Já, góðan daginn og velkomin í vinnuskúrin á Laugardagsmóti. Hér á eftir koma til okkar fólk úr verkalýðs og réttindabaráttu almennings, Þórarinn Sverrisson frá Öldunni sem er í Skagafirði, skagfirska efnahagssvæðinu sem Gárugar kalla. Guðjón Hreinn Hauksson, hann er formaður félags framhaldsskólakennara og Þuríður Harpa Sigurðardóttir sem er formaður Öryrkjabandalagsins. Þau koma hérna svona reglulega kortir í 11 eða svo. En fyrsti gesturinn er Sólveig Anna Jónsdóttir sem er ný endurkjörinn formaður Eflingar og við ætlum að eyða fyrstu mínútum hérna í spjall svona verkalýðshreyfinguna og hennar stöðu, Sólveig Önnu, Eflingu og verkalýðshreyfinguna. Velkomin í vinnuskúrin, Sólveig Anna. Takk fyrir. Heyrðu, hérna kannski, þetta búið svolítið svona rússipannareið, síðustu, kannski bara síðustu 4 árin. Nú eru 4 ár síðan varst kosin í hérna Eflingu. Kannski aðstæðanlega komið svona hálfgerðan samkvæmisleik, en Sólveig Anna í dag, hvað myndi hún segja við Sólveig Önnu fyrir 4 árum áður en að var lagt af stað í þessa leið? Já, góð spurning. Ég hef nú ekki hugsað það, en ég hugsa að Sólveig Anna í dag myndi segja við hina að hún ætti að vera miklu harðari. Hún ætti að fara fram með svona einbeittari hætti innan hreyfingarinnar. Hún ætti ekki að vona það besta í samskiptum við valdamikla aðila innan hreyfingarinnar og hún ætti að hegða sér með öðrum hætti á vinnustaðnum sjálfum. Þannig að það er nú kannski svona það sem að hún myndi segja, en svo kannski ýmislegt fleira sem að ég ætla ekkert að segja hér. En þetta er þessi önnur Sólveig Anna sem er að mæta núna heldur en fyrir 4 árum? Já, sko, þetta er náttúrulega bara útskrifuð og eldskírn í verkalýðsbaráttunnar. Já, sem sagt, auðvitað er ég augljóslega bara sama manneskjan og ég hef ávallt verið, en sem sagt formaður í þessu félagi, já, þá er ég að sjálfsögðu önnur manneskja, en ég var þá þegar ég kom þarna inn með félögum mínum á B-listanum eftir þannan stórkostlega sigur sem við unnum. Þá auðvitað var ég að koma inn í hreyfingu sem ég þekkti bara ekki neitt. Ég hafði sannarlega verið virk ýmsum aktivisma og hafði svona byggt upp vissa svona reynslu og þekkingu varðandi það hvernig ætti svona að mobilisera og vinna, og ég var ég var alveg með mikla svona orku og þrek, en ég vissi ekkert hreyfinguna, og þó ég væri með svona ágætis greiningar á svona valdi og valdaleysi og stöðu jaðarsettra, þá var ég ekki kannski því miður með nógu góða greiningu á stöðu þessara risastóru verkalýðshreyfingar Alþýðusambandsins innan svona íslenska valdakerfisins. Og það hefði verið ágætt fyrir mig, hefði ég verið búin að kynna mér það betur, hvernig svona Alþýðusambandið virkar, hvernig það sér sjálft sig sem þáttakanda í þessum íslenska vinnumarkaði, hversu svona að raunverulega á endanum Alþýðusambandið er svona ideological state apparatus, svona partur bara af þeirri svona valdakerfisblokk sem að þarf til þess að viðhalda hinum margumrædda stöðugleika atvinnulífsins og þeirra svona sem að ofar hvíla í stigveldinu. Þetta var ég einhvern veginn ekki búin að greina með sjálfri mér og það var viss barnaskapur. Svolítið, má ég trufla þess, er hægt að gera það með sjálfu sér? Er nokkuð hægt að læra þetta ef maður fara þarna inn og læra það á eigin skinni eins og sagt þér? Sko, auðvitað er alltaf hægt að, bara nálgast einhver svona viðfangsefni og sérstaklega einhver svona valdafyrirbæri með svona greiningar sín. En nei, auðvitað svo líka er það svo að á endanum þá þarftu að fara kannski þarna inn til þess að svona átta því á því svona nákvæmlega út á hvað þetta gengur. Það sem ég kannski bara er að segja er að ég hefði auðvitað átt að vera kannski betur undir það búin að
takast á við þetta fyrirbæri sem þessi hreyfing hversu stór hún svona hversu valdamikil hún hversu völd og svona staða tekin alvarlega inn í henni. Ég var náttúrulega að koma úr svona mjög frjálslegum aktivisma þar sem að á endanum það eina sem skipti máli var bara hvað manneskjan var tilbúin og færum að leggja af mörkum í hverju verkefni fyrir sig. Það var bara það sem að skipti máli. Inn í þessari hreyfingu bara ýmislegt annað sem skiptir máli og á endanum ekki kannski á endanum en á einhverjum tímapunkti þá náttúrulega til dæmis áttaði ég mig á því að það hversu mikið manneskja tilbúin til þess að leggja mörkunum og sýna og sanna að hún sé mjög meini mjög svona það sem hún að gera, segja og berjast fyrir, það kannski skilar henni ekkit endilega virðingu, þú veist hvað þá einhverju vinsemd sko. Þannig að já, ég myndi ráðleggja sjálfri mér þarna fyrir þessum 4 árum síðan að svona kannski velta þessu örlítið betur fyrir mér og ekki vera svona barnaleg varðandi það að svona eldmóður, vinnusemi og augljós helgun gagnvart því verkefni að bæta efnahagsleg kjör verka og láglaunafólks myndi svona duga til þess að uppskera, já, í það minnsta virðingu. Þú ert eiginlega næstu að segja að þú myndir segja við Sólveigu fyrir 4 árum að hún ætti átt að segja á því að það vilja kannski ekki allir vel. Já, og að þetta þú veist, þetta náttúrulega svona mikil einhver svona, hvað ég var að segja, það svona rík svona samkeppni en hún ekki kannski endilega svona upp á yfirborðinu. Og svo auðvitað verða bara svona ýmis átök út frá hinum ýmsu málum, stór pólitískum stefnumálum, hvernig eigi að vinna, hvert eigi að fara og þá það svo að það reynist mjög erfitt inn í þessari hreyfingu að takast á svona pólitísk stefnumál og vera svo einhvern veginn samt á einhvers konar svona eðlilegum vingjarlegum grundvelli þess utan. Það ekki endilega auðvelt. Þú lýsir þessu sem erfiðu svæði með fullt af undirtextum og erfiðleikum og flóknri stöðu og það sé ekki alltaf endilega það sem á yfirborðinu sem í raunverulega baráttu heldur getur verið eitthvað þar undir og eitthvað fleira. Já, sannarlega. Það náttúrulega augljóst að þannig. Herðu, en áður en að við snúum okkur kannski að því hvernig hægt að breyta því að þá voru við með kosningasjónvarpsmynda á samstöðinni við Rauðaborðið þegar það var verið að telja atkvæðin í formannskjöru eða stjórnarkjörinu og þar var Vilhjálmur Birgisson og Ragnar Þór og fleiri, Birgitta Jónsdóttir skautinn kom aðeins við og fleiri og það var svona þráður sem var það að umróti sem núna á sér stað í verkalýðshreyfingunni og hefur verið svona frá því sem var kallað vor í verko þegar þú varst kosin skömmu eftir að Ragnar náði kjöri á VR að þetta væri ég myndir ekki segja leifarnar, þetta ætti uppruna sinn í búsáldabyltingunni, þetta væri raunverulega sami þráðurinn. Nú varst þú þátttakandi í búsáldabyltingunni og upplifir þú það að þarna kannski krafturinn og viljinn til þess að breyta samfélaginu sem að kviknaði eftir hrun og fann sér svona ýmsafarvegi í búsáldabyltingunni að það sem að gerast í verkalýðshreyfingunni eigi sér upptök og þar að búsáldabyltingin haldi áfram innan verkó. Nei, ég veit það ekki alveg. Auðvitað það svo að fyrir mjög mörg okkar, bara mjög margt fólk á þessu landi þá náttúrulega það hrunið sem að svona afhjúpar með svona rosalega brútal hætti það að þessi svona stöðuleiki, þessi svona snilld kapitalistana og færni valdastéttarinnar til þess að stýra bara svona þú veist, eitthvað svona Potemkin tjald og bakvið einmitt bara
óbeisluð græðgi, valdastjætt sem algjörlega annarkvort partur af þessari óbeisluðu græðgi eða bara algjörlega áhugalaus og vanhæf það að beita því valdi sem hún hefur fengið í lýðræðislegum kosningum til þess að tryggja að það verði ekki bara einhver svona algjör samruni hinna svona kapitalísku áherslna og svo stjórnkerfisins og svo auðvitað það svo að það náttúrulega bara ótrúlega mikið af bara alþýðu fólki sem að missir heimili sín, missir lífsviðurværi sitt og á bara í stórkostlegum erfiðleikum og svo náttúrulega gerist það að við tekur þessi vinstri stjórn og hún nær ekki eða vill ekki bregðast við svona réttlætiskröfum alþýðunnar sem að mótmæla og sem að hefur svona stigið fram og krafist þess að hún sé ekki einhvern veginn látin axla allar byrðarnar af hömluleysinu. Þannig að þetta auðvitað bara svona mörg ár af rosalega svona intensífu og oft á tíðum mjög bara erfiðu ástandi og þetta einhvern veginn aldrei neitt eitthvað svona gert upp og það kemur aldrei neitt svona einhver endapunktur á þetta. Það ekki eins og þessi svona efnahagslega réttlætisbarátta alþýðunnar sem að fer af stað þarna, nái einhverjum sérstökum árangri en þannig að þetta svona ofsalega mikill kannski svona kraftur eftir sem að nýtist ekki þarna og fer svo að einhverju leyti svona inn í þessa hreyfingu og Ragnar auðvitað kannski besta dæmið það því að hann svona og auðvitað villi líka hafa verið þessi svona háværustu, einbeittustu talsmenn vinnandi fólks þegar kemur að þessu svona ógeðslega arðráni til dæmis fjármálakerfisins og við hljótum auðvitað á endanum öll að vera bara mjög svona þakklát þeim fyrir þeirra svona helgun gagnvart því en hvort að þetta sé ég myndi allavega sjálf ekki svona kannski draga upp einhverju svona einfalda mynd af þessu vegna þess að ástæðan til dæmis fyrir því held ég að við vinnum þarna 2018 með þessari góðu kosningu sem við fáum þá þetta partur af því einhver svona uppsöfnuð og óútleist gremja og andúð á óréttlætinu og svona getuleysi og áhugaleysi valdastéttarinnar til þess að bregðast við réttlætiskröfum okkar en þetta náttúrulega líka auðvitað vegna þess brjálæðislega ástands sem að þá ríkir á vinnumarkaði það verður þessi uppsveifla vegna ferðamannaiðnaðarins og hingað koma risastórir hópar af fólki til að vinna þau labba inn í ástand sem náttúrulega bara óbáðlegt að öllu leyti og það búið að teikna upp fyrir margt þetta fólk mynd af Íslandi sem góðu velferðarríki þar sem að kannski smjörið drjúpi ekki á hverju strái en þar sem einhvern veginn fólk hafið almennt bara alveg rosalega gott og svo kemur þetta fólk hingað og því mætir ofsalega mikil dýrtíð, launaþjófnaður og ýmis brot á vinnumarkaði, vanvirðandi hegðun, húsnæðismarkaður sem að náttúrulega bara algjörlega sturlaður, glæpsamlegur og siðlaus. Þannig að það líka svona inn í þessum svona síðkapitalisma sem við búum, það bætast bara alltaf við fleiri og fleiri og fleiri vandamál og af því að valdastéttin algjörlega áhugalaus, getulaus, viljalaus til þess að takast á við þessi risastóru verkefni, þá bara svona magnast alltaf upp meiri og meiri spenna og óánægja og auðvitað þá á endanum von og svona löngun og vilji hjá fólki til þess að reyna að breyta ástandinu og til þess þá að reyna að nota þau tól sem að það kannski smám saman að átta sig á að sé hægt að nota sem þá verkalýðsfélagið sem það tilheyrir. Þannig að já, partur Búsó en svo bara alveg endalaust og alls konar öðrum stórum svona innihaldsefnum inn í þetta allt. Já, þetta allt flókið en stundum auðveldara manni að hugsa með því að taka svona einhverja einfaldanir til þess að
að átta sig á hlutunum. Eitt af þessu sem að maður gæti dregið út úr þessu sem þú segir að ég að reyna að átta mig á því út frá þessu sem að ég byrjaði með tengsli við bús að það sem að gerist eftir hrun svona vinstri flokkarnir, gömlu sósíalísku flokkarnir sem að eru með gömlu sósíalíska flokkana inn í sér, vinna kosningasigur og verða ríkisstjórn. En almenningu verður fyrir gríðarlegu vonbrigðum með það. Ég veit ekki hvort einhver kallaði eftir verkalýðshreyfingunni, en það var augljóst að hún var ekki að koma til þess að berjast með fólkinu. Þannig að lærdómurinn var annars vegar af kapitalismin bregst, þannig ífjársvíkju fjármálavæddi kapitalismin bara hrynur yfir samfélagið. Almenningur horfið til sína gömlu baráttutækja og þá kemur í ljós að þau eru bara horfin og þá eiginlega verkefnið að endur reisa verkalýðshreyfinguna og kannski hið pólitíska afl. Þetta er mjög bara rétt og bara auðvitað mjög góður punktur sem að mikilvægt er að fjalla og minnast og til dæmis í tengslum þá við þetta sem svona eitt af þessum svona innihaldsefnum sem að ég tel að hafi svo leitt til þess að ég og félagar mínir erum kosin 2018 að innan Eflingar stór hópur af fólki, mestmegnis konur sem að vinna inn í umönnunarkerfunum og þeim ekki hlíft við neinu eftir einmitt að fjármálakerfið hrynur yfir venjulegt fólk með skelfilegum afleiðingum. Þannig að þessar konur þær ekki aðeins eru látnar takast á við skert lífskjör í sínu persónulega lífi. Þú veist, eru mögulega bara að missa húsnæði sitt, eru að takast á við ýmsan með alvarlegan efnahagslegan vanda, heldur fer einmitt þessi skeytingarlausa og oft á tíðum bara svona grimmlinda valdastjórn í bara mikið niðurskurð inni á þessum stofnunum og niðurskurðurinn auðvitað bitnar náttúrulega þá mest á þeim manneskjum sem að vinna á botni þess stigveldis sem að, þú veist, umönnunarkerfin bara eins og all kerfi eru. Þannig að inn á vinnustöðunum líka verður til alveg rosalega erfitt ástand og það aldrei lagað. Það bara, ástandi var ábyggilega ekki gott fyrir, en það bara versnar og ég til dæmis upplifði það mjög sterkt. Ég kem til vinnu í leikskóla haustið 2008 og þann svona vetur ástandið ekkert svo agalegt. Svo skellur niðurskurðurinn á og það var svo ótrúlega magnað að upplifa þennan ótrúlega mikla mun sem að við fundum bara strax á bara öllum aðstæðum og þú veist það farið að skera niður bara í öllu og líka þú veist í að skerða sérkennslu við börn og svo framvegis og svo inn í þetta kerfi skömmu seinna tökum við stórum hópi barna sem að koma með foreldrum sínum frá öðrum löndum. Því fylgir augljóslega mikið álag og það aldrei sett neitt auka fjármagn einstaðar inn til þess að takast á við þetta. Þannig að þarna komin þá einmitt svona innihaldsefni sem að hrunið býr til og magnar upp og svo líða auðvitað öll þessi mörgu ár en ég held til dæmis að þetta hafi haft mjög mikil áhrif svona inn í það hversu góðan hljómgrunn ég og félagar mínir fengum 2018 og svo hversu góðan hljómgrunn við fengum þegar við fórum í þessar svona stóru baráttu inn í þessum kerfum. Upplifirðu það að svona, ef við tala um búsátabyltinguna, að það svona viðbrögð almennings við hruninu og það skilar ekki, þú veist, ríkisstjórnin fer frá og það verður ýmislega breytingar en allt eins og oft sagt, allt breytist ekkert breytist og það heldur áfram raunverulega óbreytt svona efnahagsstefna stjórnvalda að við fáum hér hægri stjórnir sem eru bara ekkert síður hægri sinnaðar en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var hérna frá 95 til 2007. Núna það skorið niður eins og það segja, mest verið kannski rætt niðurskurð í heilbrigðiskerfinu en það sambarlegt sem að gekk á í menntakerfinu. Og það ekki bætt, svo þegar ágallanir eru að koma fram og kerfið bara að brotna niður, þá koma sömu lausnirnar, við verum að bara auka útvistun og einkavæðingu í þessu, það verður einkavæða vegakerfið og lausnina frá því fyrir hrun sem að kannski fólk strax eftir hrun litu á að væru
hugmyndafræði sem var að deyja, hún bara heldur áfram. Þannig að varðandi svona stefnu samfélagsins, hægt að segja að búsáhaldabyltingin hafi náð að breyta henni með einhverjum hætti, eða erum við bara ennþá á sömu stefninu og áður var? Tókst valdastéttinni og auðvaldinu að bíða af sér búsáhaldabyltinguna og halda áfram ótrúð óbreyttri stefnu? Já, þetta bara augljóslega að einhverju leyti, en það sem að gerist í búsáhaldabyltingunni og það sem náttúrulega stórkostlega mikilvægt og hefur auðvitað haft mjög mikið að segja, þessi svona vakning og vitneskja stórs hóps af svokölluðu venjulegu fólki það að það ekki bara geti beitt sér, heldur raunverulega eigi að gera það eigi bara einhvern veginn ekki að sætta sig við það að mjög takmarka aðgengi að fulltrúa lýðræðinu eigi svona að duga fyrir það og svo eigi það bara ekki að skipta sér af neinu, eigi bara að mæta á 2-4 ára fresti til þess að kjósa. Fólk áttar sig á því að þetta augljóslega gengur ekki og ekki svona boðlegt og sjálfsvirðing fólks býður því að taka meiri þátt og það tilbúið til að leggja mjög mikið af mörkum til þess að gera það. Og það auðvitað svona kannski sú svona mikilvæg og mikla uppskera sem á endanum okkar og sem að við svona búum að og hefur til dæmis gagnast okkur í því að fara inn í verkalýðshreyfinguna með þennan svona eldmóð og þessa vissu það að ekki bara mögulegt að breyta hlutunum, heldur eigum við að leggja mikið á okkur til þess að reyna að gera það og við eigum ekki bara að gefast upp strax þegar einhvern veginn blæs á móti, heldur eigum við að sýna þrautseigju og halda áfram vegna þess að það til svo ótrúlega mikils að vinna og það á endanum einhvers konar bara svona pólitísk og siðferðileg skylda okkar að gera þetta en þetta að svona að nýfrjálshyggjan sé ennþá við völd, ég meina það augljóst eins og þessi stundum hugsa ég skil ekki hvernig þetta fólk þessi svona yfirstétt, þessi svona fjárhagslega og pólitíska yfirstétt, hvernig hún getur ekki skammast sín til dæmis fyrir það að ætla núna að geta ekki ráðið við til dæmis vega og samgöngu bætur sem eru nauðsynlegar, hún ræður ekki við það, hún getur ekki gert það nema að rukka þá okkur fyrir að keyra á vegunum sem við eigum, sem við höfum náttúrulega þegar fjármagnað með sköttum og svo höfum við þetta unnið við að byggja þá. En þetta er svo pathetic, þetta er svo ógeðslega aumkunarvert og asnalegt og skammarlegt að fullorðið fólk sem að telur sig þess megnugt að stýra þessu samfélagi og taka allar ákvarðanir sé aldrei með neinar betri eða svona merkilegri, djarfari, stórtækari lausnir en bara alltaf þetta. Almenningur á bara alltaf að vera að borga annarkvort með sköttum eða vinnu sinni fyrir sama hlutin sem að hann alltaf einhvern veginn, áratugum saman að borga fyrir og ég meina þetta fólk náttúrulega bara sýnir það og sannar í hverju einasta skrefi sem það tekur að það tími þessi náttúrulega bara löngu liðin og þau myndu bara gera öllum stóran greiða með að bara draga sig í hlé og leyfa hugrakkara, klókara og sniðugra fólki að taka við. Ok, áðan þurfast að lýsa eftirhrunsárunum þá lýstur þeim út frá sjónarhóli láglaunakvenna og í svona öllu taliðinu að þá talar yfirleitt frá þeim hól og verkalýðshreyfingin hefur verið mjög karllæg. Eins og sagði maður við mig að svo eitt af sorglegt sem gerst á Íslandi var að verkalýðshreyfingin hafi ekki auðnast við að bindast höndum með kvennahreyfingunni sem barðist fyrir almennu kosningarétti snemma á síðustu öld. Því það hefði getað orðið svo falleg hreyfing en þess í stað ákváðu kallarnir að bóla konunum út eða vísa þeim til eitthvað svona auka sætis inn í verkalýðshreyfingunni. Þetta hefði valdið alveg stórkostlegum skaða í þróun íslensks samfélags. Í dag, Sólveig, hvað þetta vandamál í hreyfingunni að hún sé karllæg með sjónarmið og hagsmuni karlmanna og þegar að þú og fleiri að tala verkalýðsbaráttu frá sjónarhóli kvenna að þá sé litið á það sem svona eins og truflun í samtalinu að
að það sé svona auka eitthvað sem ætti að vera til hliðar á einhverjum sérþingum í einhverjum sérherbyrgjum á bakvið. Er þetta vandamál í hreyfingunni? Hvaðan er Karl miðuð? Að það sem er náttúrulega vandamál í hreyfingunni og bara allstaðar það að hinn svona hefðbundnu kvennastörf, umönnunarstörfin, þessi svona lægslaunuðu störf sem að snúast það að viðhalda mannlegu samfélagi með þessari svona félagslegu endurframleiðslu, þau eru einhvern veginn minnst virði af öllum. Og það hefur auðvitað verið bara sú sýn á þessi störf og líka störfin við það að þrífa, elda mat og svo framvegis, þessi sýn einhvern veginn að þau séu kannski á endanum bara einhvern veginn svo ómerkileg og svo sjálfsögð að það ekki vera að hugsa svo mikið þau. En þá komum við náttúrulega bara að þau búum inn í þessu flókna síðkapitalíska samfélagi þar sem að þversagnirnar eru náttúrulega bara allstaðar og magnast upp bara stöðugt. Að til dæmis inn í Eflingu var það svo að það var kona sem var á endanum svona helsti arkitekt þeirra svona arðránsstefnu sem að sífellt var samið af hálfu Eflingar við hið opinbera og hún var líka helsti arkitekt þess hörmulega ræstingakafla sem er inn í samningnum við Samtök atvinnulífsins. Ég hugsa þessi kona líti samt eflaust á sig sem feminista og hafi mikinn áhuga á svona valdapríli hinna menntuðu millistéttar upp þessar svona hræðilegu valdasúlur sem eru í þessu samfélagi. Þannig að á endanum það þetta bara það þetta svona þessi algjöra viðurkenning eða svona þetta algjöra samþykki á því að það sé allt í lagi að hafa stóra hópa af fólki starfandi við undirstöðustörf fyrir laun sem að duga þó ekki til framfærslu. Þú ert að segja það að innan hreyfingarnar er bara viðurkennt að konur í fullri vinnu þurfi ekki að fá laun sem að duga fyrir framfærslu, að þeir eru konur. Innan hreyfingarnar hefur allavega var ekki mikið gert til þess að breyta þessu og innan Eflingar áður en að ég og félagar mínir komum var nákvæmlega 0 áhugi á því að takast á við þetta og það var einhvern veginn séð bara sem algjörlega bara óþarft og þetta væri bara einhver svona maskína sem ætti bara svona halda áfram að malla og þetta ofurarðrán á konum í umönnunarkerfum væri bara einhvern veginn svo ómerkilegt og þessar konur væri svo ómerkilegar og vinnan sem þær stunda væri svo ómerkileg að við ættum bara ekkert að vera að pæla í því. Og svo náttúrulega eins og þú veist og eins og allir vita sem hafa fylgst með samfélagslegri umræðu hér á Íslandi og hvernig Ísland svona projektar sér út í heiminn, þá er alltaf talað þessi umönnunarkerfi, leikskólakerfi sem lykilinn að frelsi íslenskra kvenna til þess að taka þátt á vinnumarkaði en af því að þú veist kapitalismin og arðránið er svo óheiðarlegt og það skiptir svo miklu máli að passa að fólkið í kjallaranum bara sé þar og við séum aldrei eitthvað að kíkja á þau. Þá er aldrei talað það og sagt bara eitthvað já, ok, þetta er mjög mikilvægt og þetta tryggir alltaf þessa miklu atvinnuþátttöku kvenna sem að gerir það verkum að þær geta unnið sér fyrir eigin tekjum og allavega ná blaði staðið á eigin fótum. Þetta hvílir allt á vinnu annarra kvenna sem eru þá hvað, svo lítils virði að þær þurfa ekki sjálfar að geta staðið á eigin fótum fjárhagslega tryggt efnahagslega afkomu sinna fjölskyldna. Þannig að já, það sem ég er að segja er að þetta veit ég alveg að það er fólk og var fólk í þessari hreyfingu, ég ætla ekki að gera lítið úr því, sem skildi þetta og fannst þetta andstyggilegt og viðbjóðslegt en var samt ekki tilbúið til þess einhvern veginn að segja þessu stríð á hendur, var ekki tilbúið til þess að segja bara hingað ekki lengra, við ætlum allavega að reyna að sjá hvort við getum ekki breytt þessu, en það á svo sem við marga aðra hluti
varða íslenskan vinnumarkað. Ég meina þessi áhersla á samvinnu, þessi áhersla á það einhvern veginn að nota ekki þessi svona tól sem að hafa í gegnum söguna gagnast vinnandi fólki best, sem það að segja, já, ég meina, ég veit að vinna mín knýr hér allt áfram, en ég ætla að setja hendurnar í vasann þangað til að aðstöður mínar og kjör verða betri. Þessi áhersla á það einmitt að upplifa þessi stóru samtök á vinnumarkaði, allavega svona eins og Alþýðusambandið, sem bara einhvern svona risastóran player í svona þessu stöðuleika verkefni valdastéttarinnar. Það hefur auðvitað skilið eftir, þú veist, fullt af fólki, og það hefur auðvitað bara búið til fórnarlömb úr alþýðu fólki sem að hefði náttúrulega átt að eiga miklu meira inni hjá hreyfingunni heldur en það að vera bara einhvern veginn skilið eftir og sagt bara að sjá sig sjálft. Þú veit að lýsa svona algjörlega svona siðferðislegu þroti þegar að auki frelsi millist þetta kvenna byggir á aukinni kúgun lágstétta kvenna inni í umönnunarstörfunum, leikskólanum og fleiri. Já, og ég meina þetta svona áhugaleysi, virðingaleysi og bara einhvern veginn svona endanum bara svona grimmd gagnvart hinum ómenntuðu konum sem að vinna þessa vinnu sem að kemur bara fram alltaf aftur og aftur og aftur, og líka í áherslum sem að nú eru uppi varðandi einmitt það að meta störf kvenna einhvern veginn betur. Við sjáum þetta í þeirri skýrslu sem var unnin með þátttöku aðila á vinnumarkanum fyrir forsætisráðuneytið og gefin út núna síðasta haust, þar sem að stétta vinkillinn og sýnin á þetta, þær manneskjur sem að sannarlega þurfa mest á kvenna baráttunni að halda á íslensku vinnumarkaði ekki hinn menntaða millistétt, þó auðvitað sé það ólíðandi og ég samþykki það og viðurkenni að það sé enn munur hjá konum og körlum í launum þó að þau tilheyri einhvern veginn sama starfahópnum, þá vandamálið augljóslega mest bundið við hinnar ófaglærðu konur í láglaunastörfunum. Og þar á auðvitað samstaðan að vera, þar á fókusin að vera, og þar eigum við að segja, hingað bara, við getum ekki lengur dvalið á þessum stað, og það siðferðileg, pólitísk, femínísk skylda okkar allra að skera upp herör gagnvart þessu ofurarðráni er það þegar þú hefur ekki nægilegt þrátt fyrir það að selja aðgang á vinnuaflinu til þess að geta framfleytt þér og fjölskylduðinni. Og þetta viðbjóður, og þarna eigum við bara að öskra og arga og garga og berjast þangað til að þetta verður lagað, en það ekki gert. Í staðis bara farið í að vinna einhverja svona skýrslu og skýrslan á svo að vinna aðra skýrslu og svo að gera starfshóp. Fulltrúum láglaunakvenna ekki boðið þáttaka í þessu, og raunverulega held ég gert töluvert í því að tryggja að raddir þeirra heyrist einmitt ekki. Og ég ætla ekki að segja ég fordæmi þetta, því það mjög svona sterkt orð, en ég undrast mjög og finnst þetta til skammar. Það hálfur millimetr undir fordæmingu sem að kemur. En talandi konur í hreyfingunni, þú ert kona, heldurðu það að þegar þú kemur inn með stórglæsilegan sigur 2018 sem að ég bara held að sé stærsti sigur í sögu verkalýðshreyfingarinnar, það aldrei, allavega í þínu félagi og forveru þess, það aldrei komið, talandi ekki A-listinn hefur ekki fengið svona góða kosningu eins og þú fékkst fyrir hann B-listans og ef að þú værir Sólmundur Jaki hefði komið inn sem karl með þennan sigur, heldur að það verið tekið öðruvísi á þér í hreyfingunni? Já, kallanafnið mitt Sólveigur Annar. Ef ég heiti Sólveigur Annar, þá... Jaki og kallaður Jaki. Að einhverju leyti, já, þá hefði þetta verið öðruvísi. Þú veist, þetta til dæmis það þegar þegar við erum búin að fá verkfall samþykkt og svo sigrum við í félagsdómi og ég lýsi gleði og
svo skömmuð, þá eru þeir sem eru að skamma mig fyrir það er ekki konurnar, þær samklæðast með mér, þær eru ánægðar og þær skilja að við erum búin að leggja mikið á okkur og við ætlum í baráttu og við erum að gleðjast yfir því að vera, nógu klókar og útsjónarsamar að geta sigrað kerfið og við, sem að fara að gera sem við ætlum okkur að gera, sem var að berjast. En þá eru það sem sagt auðvaldskarlarnir sem að koma mjög svona brúna þungir og svona þeir eru mjög leiðir, þeim er mjög brugðið yfir þessari glöðu konu og svo eru það kallar inn í hreyfingunni, kallar í mínu félagi, til dæmis Guðmundur Baldursson sem hrópaði sig fram, sem að sá ástæðu til þess að fundi þá kvöldið eða kvöldið eftir að koma og skamma mig fyrir að dirfast að vera glöð. Ég held til dæmis að það hefði ekki gerst, hefði ég verið stór kall sem væri eitthvað svona kallast. Ég held að það að ég er kona sem að hélt að ég geti verið svona bara frekar vingjarnleg á þessum vettvöngum hafi vissulega háð mér í því svona hvernig mér var mætt og hvernig var hlustað á mig og svo áttaði ég mig náttúrulega á því svona fremur fljótt að af einhverjum ástæðum, hvort að það er vegna þess að ég er kona sem er, svona fremur kannski eitthvað hress og svona alþýðleg eins og það heitir. Það var bara fullt af fólki sem bara þegar ég byrjaði að tala þá bara hætti að hlusta. Það skipti ekki máli hvað ég var að segja. Það var alveg sama. Það var bara, ég sá það bara gerast og þetta var alveg svona accepted nálgun gagnvart mér á hinum ýmsu vettvöngum. En svo á mörgum öðrum vettvöngum, þá gerðist þetta alls ekki. Og þá var bara gott og frábært samstarf og bara, virðing, mutual virðing og svo framvegis. Þannig að, en ég get alveg samþykkt það og viðurkennt og svona sagt að það hefur eflaust oft og á svona ýmsum mismunandi vettvöngum háð mér, hver ég er og hvernig ég hegða mér. Þannig að ef þú hefðir dimmari rödd þá hefur náð meiri árangri í þessum hópi, en á móti þá hefur náð veikari árangri í þessum hópi, þar sem að það er hópur sem er að bíða eftir konu til þess að orða stöðu okkar og vilja okkar til þess að berjast og annað slíkt. Þar ert þú beturhæf heldur en þú værir karl. Þetta stillaði þannig upp. Já, ég meina ástæðan fyrir því að það gengur svona vel í baráttunni okkar, til dæmis eins og við borgina, er náttúrulega að manneskjurnar sem ég er þá að hitta og á endanum er að mobilisera til þess að fara í þessi stóru átök, heyra náttúrulega og treysta því að það sem ég er að segja sé náttúrulega, ég deili sömu reynslu og þær og ég er ekki mætt til þess að reyna einhvern veginn að svona róa þær og segja eitthvað svona, við ætlum kannski að fá smá núna, svo þurfum við þetta bara að bíða og við getum aldrei fengið allt og ble og þær treysta því og þá eflaust má segja að mitt svona framferði og persónuleiki lifa reynsla hafi þetta haft gríðarlega mikið að segja. Já. Tíminn líður allt og rætt, það er margt sem ég ætla að koma að bara ef þú getur svarað eitt stutt að því ég nefndi þarna sigurinn 2018, 80%, nú er það 52 eða 54, eða fer eftir hvernig maður reiknar þetta. Hvernig metur þú sigurinn? Er þetta stór sigur, viðunandi sigur, varnarsigur? Það er svona í stjórnmálunum þá er til heilt gallerí af einhverjum mælistikum. Já, þetta er við þetta eigum að nota hinar ýmsu mælistikur þegar við erum að skoða svona sigra eins og þennan og eftir því svona hvaða mælistik og hvaða gleraugu við setjum á okkur þá skoðum við hann með öðruvísi hætti. Þetta má að einhverju leyti segja viss svona varnarsigur en svo á móti er það hægt að segja í ljósi aðstæðna, í ljósi þeirrar fordæmalausu herferðar sem að rekin var gegn mér með ásökunum illt innræti, ofbeldishegðun, einhvers konar bara stjórnlausa frekju og sturlun, þá var þetta mjög raunverulegur sigur
og á endanum það svo að af þeim sem greiddu, eða af þeim sem tóku afstöðu með atkvæði sínu, þá voru það 54% sem studdu baráttulistann, sem auðvitað bara í öllum kosningum í svona okkar heimshluta telst bara helviti gott og ég ætla ekkert að fara að láta eins og þetta sé það ekki, þó að eflaust væru einhverjir sem að myndi vilja það og myndi svona ætlast til þess af mér að ég væri einhvern veginn öll svona lúpuleg, ég bara það ekki, ég bara stolt og ánægð af þessum árangri og svo náttúrulega líka kannski alveg allt í lagi að benda á það að A-listinn var náttúrulega bara með meira og minna nákvæmlega sömu stefnumál og við og Ólöf Helga þegar að hún var spurð í fjölmiðlum áður en að hún svo sneri sér einhvern veginn að því að fara í svona neikvæða kosningabaráttu sem snerist þá það að draga upp einhverja falska mynd af mér sem einhverju öskrandi geðveikri manneskju, þá sagði hún ávallt já að hún og félagar hennar ætluðu sér að halda áfram að framfylgja henni svona róttæku stéttabaráttu sem að ég hafði ástundað inn í félaginu. Herðu, við skulum ekki staldra þetta, það bara þannig að sá sem vinnur svona kosningar, hann vinnur þar og raunverulega bara fárátt að vera að tala um túlkun á þeim. Já. Ég sagði daginn, sko, það hefur tvisvar gerst í sögu þessa félags og forvera þess að listi sem ekki leiddur af, ekki A-listi, hefur sigrað og Sólveig Anna var leiddi lista báða þá lista. Það sem að gerðist á kosningasjónvarpinu, það sem við vorum að bíða eftir, að þá tölum við 3,5 tíma verkalýðspólitík og það kom margt fram. Og það var eitt sem var mjög áberandi hjá Ragnari Þór og Vilhjálmi Birgisinni, að það verið svona lærdómur af því sem hefði gerst þarna eftir 2018, að svo hreyfing sem kemur inn með miklu umboði, þú og Ragnar, að ykkur hafi svona einhver leyti ekki farnast vel í því að láta þann meðbyr hafa áhrif á starfsgreinasambandið, alþjóðasambandið og svona stofnanir verkalýðshreyfingarinnar. Og það var auðheyrt, fannst mér svona sérstaklega á Vilhjálmi, hann leit svo á að komandi Sigurðinn, hann var mjög sigurviss allan tíman, mundi færa þessari hreyfingu afl til þess að knýja fram löngu tímabæra breytingar í starfsgreinasambandinu og alþjóðasambandinu. Er það svo? Er þetta núna verkefnið samlega því að laga eflingu til þannig að hún verður öflugt baráttutæki? Er þetta verkefnið að gera breytingar í stofnunum verkalýðshreyfingarinnar þannig að þær nýtist sem virk baráttutæki fyrir hagsmunabaráttu almennings? Já, sko ég náttúrulega hlustaði því miður ekki á þá félagana en ég hef auðvitað eitt tíma með þeim og þekki svo sem þeirra sýn afskaplega vel og já, ég meina það náttúrulega ætti auðvitað að vera svo, það auðvitað mínu viti, ég tek undir með þeim að það tímabært að breyta áherslum og það ætti náttúrulega auðvitað að gerast núna og eins og allavega einhverjir vita sem hafa verið að fylgjast með þessu öllu þing starfsgreinasambandsins í uppsiglingu. Þar veit ég að Vilhjálmur vill beita sér og ég auðvitað bara styð hann í því. En staðreyndin auðvitað sú að allir þessi slægir inn í þessari hreyfingu, þeir eru bara mjög erfiðir. Það ástæðan auðvitað fyrir því að þrátt fyrir það einmitt að Ragnar og svo ég höfum komið þarna inn með augljóst umboð frá félagsfólki okkar í þessum risastóru félögum, VR langstærsta félagið og Efling risastórt félag líka, þá höfum við ekki haft kannski svona pláss í samræmi við þetta mikla og raunverulega umboð sem við höfðum og höfum. Ástæðan fyrir því sem ég hérna eitthvað að reyna að segja að þetta er erfitt. Þetta
þetta svo flókið og þessi hreyfing rosalega flókin og hún stór og það eru margir playerar með alls konar margar mismunandi sýnir á hlutina, eins og ég var að segja hérna áðan í upphafi, hvernig svona völdum beitt inn í henni. Þetta risastórt, flókið verkefni, en já, ég meina það augljóst að mínu viti að það veitir ekki af töluvert miklum breytingum. Við vorum náttúrulega með það sem eitt af svona stefnumálum okkar á baráttulistanum að félagsfólk Eflingar færi í það að skoða mjög rækilega til dæmis í hvað fjármunirnir sem við greiðum til Alþýðusambandsins og Starfsgreinasambandsins nýtast. Þetta kannski mjög svona prúðmannleg leið til þess að opna á þá svona skoðun og það samtal sem að þarf að eiga sér stað. Ég veit að það bara fullt af félagsfólki Eflingar, bara alþýðu fólk sem hefur afskaplega lítið á milli handana, sem að bara spyr sig og spyr mig og við spyrjum hvert annað, hvað erum við að uppskera með þátttöku okkar í þessum samböndum, og það hefur orðið erfiðara fyrir mig eftir því sem ég hef setið lengur þarna inni að útskýra það fyrir sjálfri mér og fyrir þessu fólki einmitt hvað það sem við erum að fá. Þannig að ég núna bara auðvitað vona að Starfsgreinasambandið, að Vilhjálmur taki Starfsgreinasambandið, en við skulum sjá hvað gerist og svo skulum við líka vita að inn í þessari hreyfingu það einhverjir auðveldir sigrar mögulegir. Það bara mín afdráttarlausa sýn og afstaða að öll barátta inn í þessari hreyfingu, hún erfið, hatrömm og það þarf að hafa mjög mikið fyrir því að vinna að sigra þarna inni. Eitt af því sem að í fréttum núna hvenær aðalfundur Eflingar haldinn. Það var samþykkt trúnaðarráðs í haust að flýta bæði kosningu og aðalfundi, þannig að hann yrði ekki seinna en man ekki hvort það var satt 15. mars eða eitthvað, en þing Starfsgreinasambandsins 23. ef ég man rétt. Núna eiginlega búið að setja aðalfundina á eftir á það, sem að myndi þýða það að nýkjörin stjórn, sem helmingurinn, rúmlega helmingurinn af stjórninni, hefði ekki áhrif á hverju sætu þar fyrir hönd Eflingar og hvernig atkvæðum yrði háttað í formannskjöri, og þá líða 2 ár þangað til að hægt að skipta forystu í Starfsgreinasambandinu. Það reynda þannig að formaðurinn að hætta, þannig að það verður skipta forystu, en það var að þessi óróa deild, ef það má kalla þig og Vilhjálm og kannski Aðalsteinn á Húsavík og Hörð í Grindavík, það sem hafið raunverulega félög sem hafa mikinn meirihluta, góða meirihluta í Starfsgreinasambandinu, myndu ekki ná að setja mark ykkar á forystu samtakana næstu 2 árin. Þetta staðan og það gæti farið svo að þú eru bara að setja þig við þá forystu sem að fyrri stjórn velur í Starfsgreinasambandinu. Já, þetta þetta ótrúlega áhugavert sem að gerast núna með Eflingu og svona hegðun og framferði formanns og varaformanns þar. Nú það svo að kosningaúrslitin eru ljós þarna seint á þriðjudagskvöldinu. Nú á laugardagsmorgni hefur mér hafa enn ekki borist nein skilaboð það hvort að einhver fundur sé boðaður þar sem að við munum ræða bara svona hinn praktísku mál. Ólöf Helga í fjölmiðlum að bjóða mér og félögum mínum einhvern veginn svona aðkomu að kjarasamningsundirbúningi og svo framvegis, og svo virðist vera að þær ætli sér, án þess þó að þær hafi einhvern veginn geta útskýrt hvers vegna eða hvaða heimild þær telji sig hafa til þess. Þær ætli sér að hunsa vilja trúnaðarráðs, þar sem að í nóvember annars vegar
var tekin ákvörðun það að flýta kosningunum og svo hins vegar sem var náttúrulega augljóslega leiðir af þeim vilja að flýta kosningunum, að flýta aðalfundi svo að það yrði skýrt fyrir öllum hver færi með forystu í félaginu og það var augljóslega svo manneskja sá listi sem að hafa fengið umboð félagsfólks í þessum kosningum. Þær hafa ekki enn komið fram með dagsetningu á aðalfundi, tala mjög svona, hvað ég að segja, tala bara mjög svona frjálslega það að hann skuli halda einhvern tímann í apríl, virða ekki ályktun trúnaðarráðs, vilja ekki taka fyrir ályktun á síðasta trúnaðarráðsfundi þar sem að mælst til þess að auka aðalfundur verði haldinn og hugmyndin þá að auka aðalfundur verði haldinn í þá samræmi við vilja trúnaðarráðs sem að segir að forystuskiptin eiga sér stað fyrir 15. mars. Á þessum auka aðalfundi myndi það þá eitt gerast og öll önnur atriði yrðu þá geymd fram að aðalfundi sem að hægt verið þá að halda í apríl eins og gert hefur verið. Þá erum við að tala bara skipanir í stjórnir sjóða og við erum að tala ársreikningana og öll þessi svona praktísku mál. Það einhvern veginn af einhverjum ástæðum ekki vilji til þess að einu sinni fjalla þessi mál, ekki vilji til þess að gefa trúnaðarráði tækifæri til þess að koma að þessum ákvörðunum með bara þeim svona lýðræðislega hætti sem að trúnaðarráðsmeðlimir sannarlega eiga heimtingu á, enda trúnaðarráð æðsta vald félagsins á milli félagsfunda. Minnisblaði frá lögfræðingi hefur verið veifað á þessum fundum en minnisblað frá lögfræðingi augljóslega toppar ekki lýðræðislegt umboð trúnaðarráðs sem að staðfest í lögum félagsins. Og sökum þessa alls þá sá ég mér ekki fært annað í samráði við félaga mína á baráttulistanum en að fá lögmenn til þess að senda erindi á formann þar sem við krefjumst þess að okkur verði svarað svo fljótt sem auðið hvenar fyrir 15. mars þær hyggjast boða þá þennan auka aðalfund þar sem að þetta getur verið leyst. Við skulum sjá hverju framvindur. Ég skil ekki þessa nálgun, ég skil ekki af hverju þær fara fram með þessum hætti. Ég myndi sjálf aldrei gera það. Það eitthvað furðulegt að gerast, ég bara ætla að segja það. Og nú náttúrulega bara komin helgi og við þurfum væntanlega að bíða þangað til fram á mánudag til þess að fá einhver svör. En svo ég náttúrulega líka að takast á við það að þær hafa náttúrulega ekki haft áhuga á að svara mér síðan að ég sagði af mér þarna í nóvember, þannig að við skulum bara sjá hvað gerist og ég og félaga mínir auðvitað bara munum halda fólki bara upplýstu framvindu þessa máls og ég bara vona að skynsemin banki upp á hjá þeim og þær átti sig á því hvað hið rétta í stöðunni að gera, að það ekki hægt að fara fram með þessum í besta falli barnalega hætti og í versta falli ólýðræðislega hætti. Við fylgjumst með þessu, en núna opnum við vinnuskúrinn, það eru fleiri gestir að koma hingað inn, það Þórarinn Sverrisson sem formaður Öldunar, hann að koma hér alla leið úr Skagafirði. Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara og Þuríður Harpa Sigurðardóttir sem formaður Öryrkjabandalagsins. Verið öll velkomin í vinnuskúrinn. Nú komin að þeim kafla, við ætlum að ræða fréttir vikunar, en Efling náttúrulega ein af stórfréttu vikunar og þetta stendur eiginlega þér næst, Þórarinn. Hvernig túlkarðu niðurstöðurnar? Hvaða afleiðingar heldur þetta hafi? Nú, við vorum að ræða það, ég og Sólveig Anna, að Vilhjálmur Birgisson og Ragnar Þór voru að tala að þessi sigur B-listans gæti haft áhrifin í starfsgreinasambandinu og alþýðusambandinu. Býstu við
óróleika ári þar sem að menn glíma lýðræðislegri baráttu, vona ég, inni í hreyfingunni. Er það gott fyrir hreyfinguna, slæmt fyrir hreyfinguna, óttastu það? Mjög opin spurning. Þetta mjög opin spurning. Svo auðvitað bara lýðræðisleg niðurstaða sem kemur í kjöri til formanns hjá Eflingu og ekkert nema gott það að segja, gott eitt, og ég held að ég sé ekkert að þurfi ekkert að hafa neitt frekari orð það í sjálfu sér. Eins og það finnst mér leiðilegt að við höfum verið dregin inn í ýmislegt í sambandi við eitt og annað varðandi hugsanir og þankagang sem eru annars staðar, eins og ég með mitt litla félag. Að við séum einhvers staðar í einhverjum skuggabandölum eitthvað að gera. Við ræðum auðvitað saman hér og þar, en yfirleitt erum við að ræða þá málefnin og svona horfa til þess hvað sé framundan í hvort að þetta hafa áhrifin í starfsgreinasambandi sjálfsagt gerir það. Ég efast ekkert það og ég vona auðvitað að við okkur byrjist gæfa til að vinna saman á þess að vera búa til ágreining. Mér finnst ekki vera á málefnlegum grunni, heldur meira svona persónulegum grunni, og það það sem mér finnst svolítið leiðilegt í þessu. Þetta svo dregið fram í fjölmiðlum og svona sett upp eins og við séum í einhverju stríði hvert við annað. Það bara þannig að tilkoma Sólveigar Önnu og orðræða sem á sér stað þar sem þau eru að tjá sig hinn og þessi málefni varðar til dæmis fyrirtæki og bónus og alls konar hluti hefur áhrif á hagi fólks. Við held ég að hjarta okkar slá öll með þeirri orðræðu sjálfu sér. En það var leiðilegt að vera dregin inn í það að við séum einhverjar annarra skoðunar. Ég bara er ekki alveg þar, en það svona... En ef maður vitnar í Villa og Ragnar og eitthvað fleira, þá lýsa þeir svo oft svona að það séu þeir og Sólveig og svo kannski Aðalsteinn og Hörður í Grindavík stundum og svona eftir í hvernig og svo eru hinir og ert þú hinir. Hvernig upplifir þú ef það eru flokkaskipting inn í hreyfingunni, hvað snúst það? Ef þú sér að það er hugsanlega persónulegt, en ef við reynum að horfa fram hjá því, hvað væri það sem ágreiningur væri? Ég eiginlega veit það ekki, ég átta mig ekki alltaf á því, sko. Það oft verið að tala að menn hafi ekki fengið framgang með sín mál eða hugmyndir og mér finnst það bara, ég ekki sammála því, mér finnst það ekki rétt, mér finnst menn hafa til þess Ragnar og Vaffer komið fram og með til dæmis eins og verið mjög öttulir baráttu menn eins og húsnæðismálum og það hefur svo sem Efling verið líka að sjálfu sér og algjörlega. Sólveig Anna talaði nauðsyn þess að bæta stöðu umönnunarsstétta og kvennastétta og ég held að mitt hjarta slá algjörlega þar með, ég algjörlega sammála því sem en vissulega alin upp eins og hver annar strákur í þessu og kannski hegða ég mér ekki endilega alveg eins og ætlast þér til hvað það var þar en ég held að ég hefi hins vegar skilning á því, ég hef reynt að tala fyrir því að það allt gott skilið í launum og það sé bara alveg heiminn og hafmilli þess sem að það að vera. Ég finn ekki þennan málefnilega ágreining bara í huga mér, sko, bara alls ekki. En mér finnst leiðilegt að vera alltaf stillt upp eins og það sé til staðar. Finnst þér að hreyfingin hafi haft gott af innkomu Ragnars Þórs og Sólveigar Önnu? Finnst þér að hreyfingin hafi haft gott af innkomu Ragnars Þórs og Sólveigar Önnu 2018 að við frískaðan upp? Upplifur þú svona endurist verkalýðshreyfingina eða verkalýðsmál séu ofar á baugi í samfélagsumræðinu en áður var? Ég held bara að það sé mjög hollt og gott að öll sjónarmið fái að koma fram og þau séu rædd og þau séu vegin og metin og með þeirra sko aggressíva talsmáta það ýtir auðvitað við, það alveg rétt. En hvort að það svo niðurstaðan í sameiginlegri ákvörðun til þess að sé til góðs eða ekki að fara fram þannig, það svo hins vegar annað mál, sko. Guðjón Hreinn, kannski aðferðafræðin sem hugsanlega getur verið einhver ágreiningur en ég held að við höfum flest okkar sömu og sameiginlega sýn hvert við viljum sjá samfélagi fara með sigla. Guðjón Hreinn, þú ert í allt annarri deild í verkalýðshreyfingunni í formaður félags framhaldsskólakennara. Kannt þú að lesa í kosningarnar í Eflingu með einhverja merkingu?
Nei, ég verð nú bara viðurkenna, ég á pínu erfitt með að hvað sé að skapa mér einhverja skýra sýn á þetta. Eins og þú segir að ég er kannski aðeins í annarri átt, en það er mjög skiljanlegt, finnst manni, að það sé hiti í fólki vegna þess að þetta er auðvitað bara mjög mikilvæg málefni sem við erum öll að fást við, og það eru auðvitað kjör okkar félagsfólks og það er mikið undir, en það er svona, manni finnst oft að sem harkaleg átök innan þessara hópa sem eru að berjast fyrir því sama séu ekkert endilega til þess að auka róður þessa verkefnis. Og mér, ég varð aðeins var við þetta sjálfur þegar ég vorum byrjaðir í þessu 2014. Þá náðu framhaldsskólakennarar leiðréttingu launa vinnum bardaga lauk þarna með ágættum sigri. Og þá, þetta var þarna bara í byrjun apríl 2014, 1. maí, hátíð verkalýðsins, þá stóðum við býsna keik með okkar fána á torgum, en fengum aðeins skeyti úr ýmsum áttum það að við höfum nú rofið einhverja samstöðu og við værum að þrekjast inn á þessum markaði. En auðvitað vorum við bara að berjast fyrir því sama og aðrir að launakjör okkar fólks væru metin að verðleikum. Þannig að en ég svo sem hef ekki mikla skoðun á þessum þessum kosningaslag eða úrslitum kosninga. Ég bara óska henni Sólveigu til hamingju þetta. En hún hefur verið fyrirferð á henni undanfarin 4 ár. Finnst þér innkoma hennan í verkefnisbaráttuna að hafa verið til góðs eða fylgir henni ófriður eða hvernig er að nú erum við að tala Sólveigu sem er hérna með okkur sko. Já, sko, og það er ég held ég myndi allavega reyna að tala eins hvort sem hún væri hér eða ekki, en ég er kannski ekki alveg maður eins og ég segi, ég er að koma þarna inn ekki fyrir mörgum árum síðan til þess að meta verkefnisbaráttuna undanfarið, en það er alveg greinilegt að bæði Sólveig Anna og Ragnar Þór í VFR, Ragnar Þór í KÍ og ýmsir hafa verið og komið ferska vinda inn í þessa pólitík. Já, og nú eru þið að fá nýjan formann í kennarasambandið, Magnús Þór. Já. Það margt að gerast. Já, Þuríður Harpa, þú hefur unnið með Eflingu á þessum árum. Hvernig leggst niðurstaða stjórnarkjörsins í þig? Hún leggst bara vel í mig og engin ástæða til annars en bara að vera bjartsýn. Ég náttúrulega innan minna raða eru auðvitað konur sem hafa verið í lágtekjuhópum og umönnunarstörfum og það er gríðarlega mikilvægt að rödd þeirra heyrist og að þær fái þau sem vinna við í umönnunarstörfum. Ég ætla bara að taka það svona sérstaklega að þeirra hagir verði bættir og að verði barist fyrir því að þau fái svona betri úrlausn í bæði varðandi starfsumhverfi, aðstoð bara og launum og sé umbunað bara fyrir störf sín. Þannig að, þá hækkun sem þau þurfa og það þarf að berjast fyrir því. Þetta er mjög mikilvægt hvort sem þetta er leikskólar eða fólk sem vinnur á elliheimilum en á hjúkrunarstofnunum eða sjúkrahúsum. Það er bara mjög mikilvægt að þetta fólk fái séu skapar mannsamandi vinnuaðstæður og séu launa sem að duga því til framfærslu. Það er engin óréttmæt krafa í því. En nú eru hópur innan verkalýðshreyfingarinnar sem að segir að það sé eitthvað að vera að breytast, það sé svona annar tónn, meiri
harðari barátt og fleira verður varfið það að verkalýðshreyfingin á Íslandi að breytast? Ég nú ekki búin að vera eitthvað mörg ári í þessu en ég myndi segja að það hafi komið ferskir vindar inn þegar bæði Sólveig og Anna komið og Ragnar komið þarna inn og svo náttúrulega Drífa líka og Sonja. Mér finnst þetta og eins og hann nefni Ragnar í KÍ áðan. Mér hefur fundist að með þessu fólki hafi komið svona meiri kraftur í baráttuna og menn svona þetta verður miklu meira áberandi. Þannig að þetta bara, ég held að það hafi verið að breytast. Já, og í því felst ekki endilega að Þórarinn sé kraftlítill. Nei. Hælaði nýju á þess að því sé undirteksti að segja að hinni það verið ómögulir. Nei, ég þekki Þórarinn bara á góðu einu og við höfum áður, við höfum verið samtíða. Þú bjóst þarna fyrir norðan, eða ekki? Jú. Já. Herðu, því að Sólveig var hérna í morgun þá erum við náttúrulega búin að eyða hálfum þættinum í að tala Eflingu, þannig að þótt að Efling hafi verið stórfrétt í vikunni, það voru aðra fréttir í vikunni. Það sem að kannski vakti svona mest viðbrögð var lögreglustjórinn á Akureyri allra yfirheyra blaðamenn sem hafa verið að fjalla skæruliðadeild Samherja það kallað og þeir hafa réttarstöðu sakborninga. Þannig að það eins og sé mögulegt að út úr þeirri rannsókn komi að blaðamenn verði ákærðir fyrir fréttaflutningin eða það sem að leiddi til hans. Við vitum náttúrulega ekki alveg hvað þetta snýst. Má ég byrja á þér, Þórarinn? Hvernig slæri þetta þig? Þetta var svolítið svona að því að verbúðin sem að dró fram svolítið svona hvernig viss öfl höfðu náð undir sig kvóta og það var svona mikil umræði í samfélaginu og svo kom þetta og margir höfðu orðið, það var eins og bara að verbúðin héldi áfram því að það láfið að vera lokasenan í verbúðinu þar sem var slökkt á nafna mínum Smára blaðamanni sem að var að rannsaka þarna, það var bara keypt undan honum blaðið. Hvernig upplifir þú þessar aðgerðir lögreglustjórans á Akureyri? Þetta náttúrulega bara einhvern mál sem að ég viðurkenni að þekki nákvæmlega til hvers eða af hverju þetta hverju lögreglan fer í þessi málið ekki, en þetta lítur náttúrulega mjög skringilega út þegar það er verið að fjalla þetta og þegar þetta birtist með þessum hætti, en ég veit svo sem ekki hvað maður á að segja beinlínis þetta er svona, já, það er að setja þetta upp á þann hátt að þetta sé aðförað að blaðamönnum einhverju leyti, en hvort að það er nákvæmlega það sem er hugsunin á bakvið málsóknin eða þessu kallaði til yfirlýslu, ég veit það ekki, það verður bara tíminn að leiða í ljós, en þetta lúkkar ekki vel. Nei, gæti það verið að við byggjum í samfélagi þar sem að Pála náttúrulega, eins og sagt, innmúruð og innvíð sjálfstæðiskona, hún satt í bæjarstjórn í Vestmannaeyjum fyrir hönd flokksins. Getur verið að við búum í þannig samfélagi að Sjálfstæðisflokkurinn sem náttúrulega flokkur stórútgerðarinnar og hefur varið það og stórútgerðin heldur út í Morgunblaðinu sem svona hálfgildings málgagn Sjálfstæðisflokksins. Getur að vera að við lifum í þannig samfélagi að þarna séu tengsl á milli? Maður veit það ekki. Ég svo sem vil helst bara ekkert vera að giska á eitthvað svona en kannski lítur þetta svolítið út eins og hundurinn sem verið að reyna að aga, að óþekktinn verður mest rétt að hann lætur af. Veitu, hvernig er það? Ég á nefnilega óþekkan hund. Mér skilst að hegðuna vandinn sem hann á við að stríða, hann íkist svona nokkrum dögum áður en hann sættir sig við, hann þurfa að haga sig með öðrum hætti. Já. Þú meinar að þá þetta meina sko stórútgerðina og ítök þeirra í samfélaginu að þau séu að svona missa völdin og þetta sé merki það, þetta sé svona svanasöngu þess kannski. Þeir komast ekki upp með að vinna á bakvið tjöldin, það sé það fjallað. Það er bara það sem er. Já.
Sólveig Anna, má ég spyrja þig, hvernig slær þetta þig að það sé verið að kalla blaðamenn til yfirheyrslu með réttarstöðu sakborninga? Já, ég held að hver svo manneskja sem komin til vits og ára og hefur búið í þessu samfélagi hljóti náttúrulega að sjá og viðurkenna að sjálfsögðu eru ítök Sjálfstæðisflokksins sem flokkur auðvaldsins, sem flokkur þeirra sem að telja sig eiga þetta land, allt fólkið á því, allar auðlindar og svo framvegis þess að fara með eins og þeim hendar. Að sjálfsögðu eru ítökin allstaðar, þú ert ekki risastór valdaflokkur sem að gengur út á það að tryggja að eigendur atvinnutækjanna fari sínu fram án þess að vera tilbúin til þess að beita þér hvar og hvenær sem og Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega meira og minna átt innviðina okkar, lögregluna og svo framvegis á þessa fjölmiðla eins og Morgunblaðið og beitir því auðvitað bara með þeim hætti sem að best talið hverju sinni til þess að draga upp þá mynd af þessu stór auðvaldi sem einhvers konar velgjörðar fólki samfélagsins og svo draga upp þá mynd af þeim sem að eru að sinna því mikilvæga hlutverki að fjalla það sem gerist í samfélaginu ekki út frá sjónarhorni eigendastéttarinnar heldur út frá öðrum sjónarhornum, draga upp þá mynd af þeim sem að nú á svo að láta einhvern veginn svona raungerast í einhverju aðför að þeirra bara málfrelsi, þeirra réttindum til þess að starfa sem frjálsir blaðamenn í frjálsu lýðræðisríki. Ég meina, ég segi bara allt vitiborið fólk sem hefur svona sæmilega skilning á því hvað felst í því að vera frjáls manneskja í lýðræðisríki. Ég hljóta náttúrulega bara að fordæma þetta ástand sem upp komið og ég geri það. Þú nefndir Morgunblaðið, finnst þér að Morgunblaðið gefa svona þér séns, finnst þú að fá góða meðhöndlun á síðum Morgunblaðsins og mbl.is? Nei, en þetta sem ég fyndin spurning. Ég náttúrulega lenti í því þegar ég var búin að vera formaður í það bil 6 mánuði, eitthvað slags 5-6 mánuði, að það birtist forsíðu frétt í Mogganum á laugardegi þar sem að ég var þjófkennd, þar sem ég var ásökuð það að stela úr sjóðum félagsins og svo ásökuð það að vera einhvers konar níðingur og illmenni. Þetta var svo fjallarækilega í svokallari fréttaskýringu inn í blaðinu, þannig að nei, ég sem manneskja sem að hef sannarlega lent í þessari svona þessum aðferðum sem að beitt og hefur verið beitt alla síðustu öld og svo þessa öld sem að við lifum á núna, þá nei, ég veit alveg hvernig Morgunblaðið virkar og hvernig ákvarðanir eru teknar þar þegar að ráðast þarf að fólki sem að ekki þóknanlegt eigendastéttinni á þessu landi. Guðjón, hvernig slær það þig að blaðamenn sem kallar í yfirheyrslu? Er þetta merkið þess að blaðamennskan og svona bara umræðu vettvangurinn sem grundvöllur undir opið virt lýðræðislegt samfélag sé veikt hjá okkur? Ég vitnaði við Rauðaborðið stundum í það að ég spurði rússneska konu ritfrelsi og tjáningafrelsi í Rússlandi og hún sagði: þú mátt skrifa hvað sem í Rússlandi en ef það hefur ykkur áhrif þá verða afleiðingar. Og þegar hún sagði þetta þá fannst mér hún að vera eins og væri svolítið að lýsa Íslandi. Hvernig slær þetta þig? Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þetta mál nákvæmlega sko. Eins og þú sagði sjálfur þá náttúrulega vitum við ekkert nákvæmlega hverjar ástæður eru fyrir því að þeir eru kallaðir þessi blaðamenn inn til lögreglu. En þetta rannsókn á símastuldi að því að virðist sem stundur sagt og ég kannast ekki við, ég hefur ekki verið stólið frá ykkur síma, ég kannast ekki við að lögregla hefur nokkuð tíma rannsakað stulda á síma áður. Nei, nákvæmlega. Tímamóta mál.
Já, það getur nefnilega alveg verið og maður óttast alveg að hér sé kannski í meira mæli verið að amast við, segjum bara, fagfólki við sín störf og við, svo sem, sko, þetta á kannski ekki endilega allt bara við blaðamenn, heldur bara svona almennt fagfólk, við komum kannski að því hérna síðar, en en það náttúrulega bara mjög vond ef að umræða, gagnrýnin umræða og rannsóknarblaðamennska fær ekki að þrífast í landinu. Og ef, og þetta risastórt ef, sko, hjá mér að ef lögregla hérna á Akureyri að, hvað við segja, taka svona vel á blaðamönnum sem eru að þið heyrðu gæsilappirnar vel, á blaðamönnum fyrir það að hvað sé, leiða í ljós bara, við skulum segja, mjög hæpna starfsemi, þá erum við komin á mjög vondan stað ef að getum sagt nánast að ríkisvald sé farið að hafa ítök í umræðinni. Það er mjög vont og þetta auðvitað eins og hefur verið bent á að þetta getur haft mjög alvarlegar afleiðingar á einfaldlega það hvernig aðrir blaðamenn og í öðrum málum eða bara hver sem skrifar, hvað hann gerir og hvernig hann hegðar sér. Þetta auðvitað er þetta mjög alvarlegt og mjög hvað segja, mikilvægt að við skoðum þetta og fylgjast mjög vel með því hvernig þetta fer. Kristinn Hrafnsson sem margreyndur blaðamaður og ritstjóri Wikileaks, hann var hérna við Rauðaborð í vikunni og hann sagði að þetta væri bara enn eitt merki þess að við á Íslandi og bara í okkar heimshluta það væri tilhneigingar til svona fasisma og það heitir það þegar ríkisvaldinu beitt til þess að þagga niður í gagnrýni. Það bara staðreynd og hann náttúrulega ritstjóri Wikileaks og þar stofnandi Wikileaks búin að sitja þau bara í fangelsi í árum saman fyrir að segja fréttir. Það bara, þetta svona svolítið háskaleg þróun, Þuríður, upplifir það, er þetta svona mál þar sem okkur ber, og ég vek athygli á því það verða mótmæli bæði við Austurvelli og við Ráðhústorgið í dag kl. 2 og það var spurningin, er þetta svona mál þar sem að er verið að ganga á rétt okkar til þess að halda upp í frjálsri opinni umræðu, að við verðum að rísa upp því að sagan er alltaf svo að þegar að menn stoppuðu Aðalstein Kjartansson á stundinni að þá sögðu við ekki neitt og þið kannist þessa sögu og þegar þetta var gert og þegar það var síðan komað mér að þá var það orðið og seint. Er þetta svona mál þar sem að er mikilvægt að fólk stígi upp og segi bara við líðum þetta ekki? Já, ég tel það alveg samfærð að þetta er svona einmitt mál þar sem að almenningur þarf að stíga upp og mótmæla og mér finnst það bara mjög alvarlegt mál ef að blaðamenn fá stöðu sakbornings fyrir það að skrifa fréttir og að þau komst nú inn á símastildurinn áðan að lögreglan var að rannsaka símaþjófnað. Ég bara velti fyrir mér hvort að lögreglan á Norðurlandi eystra ætla að fá að taka að sér að rannsókna öllum símaþjófnum eða hvort það er bara frá starfsmönnum Samherja. Þetta er eitthvað svo galið en já, ég bara held að þessi komið tíma að þessu sé mótmælt kröftulega. Já, kannski fara þær í því að rannsaka þjófnað á hleðslutækjum. Hleðslutæki tóttinina var stóluðu daginn. Ég ætti kannski að fara á lögreglustöðuna. Já, sendu það á lögreglustöðuna Akureyri. Já, en þetta er alvarlegt mál. Þetta er svona undirliggjandi mál. Það er svona breytingar í verkefnishreyfingunni. Þetta er svona seigfljótandi mál sem er undir og svo svona það sem að Kristinn kallaði svona vaxandi fasismi, svona átak, svona frjálsar umræðu og hagsmunna. Þetta er seigfljótandi mál. Annað svona mál sem er svona svolítið að koma fram núna tekist húsnæðismál. Það er svona fréttir hér og þar. Það kemur fram að hækkun á húsnæði á höfuðborgarsvæðinu var svo stjórnlaust að meðalíbúðin hækkaði 5 milljónir á 2 mánuðum. Og það var frábært viðtal á Vísi, sá ég, við konu, þar sem að hún var að reyna að setja færis á að koma inn á húsnæðismarkaðinn
og hún sagði að það sem hún var að skoða hefði hækkað 10 milljónir á bara örskömmum tíma, þannig að hún sér eiginlega bara svona möguleikin á að komast inn, að losna út af hinnum grimma húsnæðismarkaði, það bara að lokast, það bara engin möguleiki fyrir hana til að komast inn. Og það eru svona margar fréttir sem að koma fram sem að benda til þess að svo húsnæðisstefna sem að hér hefur rekin, kannski ættu að segja frá því að verkamanna bústaðakerfi var eyðilagt, að sé komið svona þrótt, þessi trú á því að setja lækka vextina hér og gera pínutið hér og þá leysist þetta, að ég held að séu fleiri sem eru að horfast í augu við að það verður að vera einhver alvöru svona stefnubreiting í húsnæðismálum. Það hefur líka komið fram við undirbúning svona þeirra að ræða kjarasamninga sem eru í haust, að flesti nefna húsnæðismálin sem svona eitt af stóru málum sem að verður þar fjallað Ef ég má byrja aftur á þér, Þórarinn, hvað er húsnæðismálið bara aðalmálið í dag að leysa þetta einhvern veginn, eða þetta, ég þekki ekki alveg hver staðan á húsnæðismarkaðnum í Skagafirði, en ég veit að það er mjög víða, það er mikill vandi á Akureyri, það er vandi á Vestfjörðum, það er vandi á Austfjörðum, þetta er ekki bara að þetta sé einhver vandi bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur eins og að húsnæðismál séu sko það sem að flestir nefna, ef maður fer út á land að þá koma oft heilbrigðismálin líka, en það er húsnæðismál sem við verðum að laga húsnæðiskerfið. Erum við að horfast í augu við það? Já, ég held að það sé alveg klárt mál og það er náttúrulega að húsnæði híbýli fólks, heimili fólks á markaði er náttúrulega fullkomlega galið. Það sé eingöngu að þetta er orðið spurningum afkomu fólks hvort að húsnæði fyrir upp eða niður eða verðlagning á því. Og maður veltir stundum fyrir sér að hverju sé hægt að grípa inn í, Seðlabanki getur gripið inn í þegar gengi að fara upp og niður, að hverju getur það ekki alveg eins verið hægt að grípa inn í húsnæðismarkaðinn og kaupa upp hús og selja þau svo á lægra verði til þess að slá á þessa vitleysu sem er í gangi, verði skrúast bara upp. Af því þetta eru auðvitað bara orðið hálfgert hagstjórnartæki því miður og það eru svona fjárfestar sem að stýra því, það er þessi arðsemiskrafa sem fyrirtæki fara beint í, en ég held hins vegar að með tilkomu Bjargs og svo Blær sem nú að reyna að koma á fát og vonandi fer nú að líta dagsins ljós að þá komi mögulega eitthvað svona jafnvægi svona í átt að þessu sem allir sakna verkamannakerfi eitthvað í staðinn. Þetta náttúrulega skelfileg mistök á sínum tíma, það skyldi hafa verið eyðilagt. Held ég viðurkennt á öllum borðum orðið í dag, eða svona flestum allavega, og ég veit ekki, þetta skiptir okkar fólk ekkert síður máli hvernig þegar það farið að hafa áhrif á verðbólgu og verðlag í landinu, hvernig húsnæðisverðið að sveiflast og svo kannski með segja að það sé ekki beinlínis vandi í Skagafirði, það samt hefur kannski full lítið verið byggt en það skortur á húsnæði þar eins og annar staðar. Já. Víða þetta mjög flókið eins og þeir munið eftir því í Vík í Mýrdal að þeir gátu ekki ráðið kennara því það var ekki til húsnæði þar sem kennari gat búið, þannig að þetta hefur víðtæk áhrif. En má ég spyrja það Þórarinn, þegar að vera að tala svona og þú talar Bjarg og sem að var samið 2015 eða ekki og núna er búið að afhenda held ég 500 íbúðir sem maður gæti alveg verið svona grimmur og sagt að þetta bara varla dropi í hafi, sko. Það þarf ekki að vera að tala bara þurfi ekki að fara að segja okkur vantar bara á skalanum eins og var á 7. áratugnum, okkur vantar bara Breiðholt og okkur vantar uppbyggingu félagslegs húsnæðiskerfið kringum landið eins og kom síðan í kjölfarið. Þurfi ekki að fara að æfa okkur í því að segja að vandinn er svo stór að við þurfum mjög stórar aðgerðir. Jú, það er alveg rétt og það er líka að beita aðhald og þrýsting á sveitarfélög. Að það sé ekki nóg að úthluta lóðum út og suður og síðan er engar lóðir tilbúnar til byggingar. Það líða kannski 4-5 ár frá því að menn hafa ákveðið að hefja byggingu á einhverju svæði þar til að þetta er að byrja húsbyggingu. Svo tekur þetta tíma að byggja húsið. Þetta er náttúrulega það þarf stórt sameiginlegt átaksverkefni, samfélagslegt verkefni í húsnæðismálum allt land í raun og veru. Og hver á að byggja? Á hið opinbera að byggja, verkalýðsfélögin, lífeyrissjóðir, það er nú komið mikil krafa á það að
tillaga meðal annars, ég sé það hjá Jens Ólafi Margeirssyni sem starfar við hérna á húsnæðismarkaði í Sviss, sem hefur svona bent á að víða heim að þá eru lífeyrissjóðir að verja kannski 10-15% af ráðstöfunarfé sínu í að byggja upp húsnæði vegna þess að þetta er besta fjárfestingin fyrir þolinmótt fjármagn sem er að horfa til lengri tíma, það er að fjárfesta í íbúðarhúsnæði, það er bara að segja sagan, þetta er bara brilliant business fyrir lífeyrissjóðina. Íslensku lífeyrissjóðina gerir þetta bara alls ekki. Ekki með beinum hætti, það er alveg rétt. Það er svo sem hafa verið geta fjárfest í íbúðafélögum sem eru hagnaðardrifin, sem er ekki mjög spennandi, en hugsanlega myndu þau koma að húsnæðisfélögum sem eru óhagnaðardrifin, en hefðu svona, ég veit það ekki, þetta þarf þetta bara að ræðast. Ég held að sé ekkert útilokað í því í mínum huga að þessi mál séu tekin þar inn líka og við getum alveg haft áhrif þar í fulltrúarlýðræði í þeim lífeyrissjóðum sem við stöndum að í hreyfingunni. Og ég held að menn séu nú svolítið alltaf að reyna það með einhverjum hætti, en það þarf auðvitað fleira að koma til, reglugerðarbreytingar og lagabreytingar ýmislegt sem vantar þá til þess að hjálpa til við það allt saman. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem við getum ákveðið svona og verði bara tilbúð á morgun. Þetta er auðvitað þarf að fara því miður ég segi það svo stundum, þarf að fara í gegnum Alþingi líka til þess að hlutinni geti gengið upp. Já, svo þáttaka lífeyrissjóðanna í uppbyggingu félagslegs húsnæðiskerfis. En Guðjón, þú, sko, maður heyrir það að hérna í félögum láglaunafólks, við talum ekki í öryrkjabandalaginu, þar húsnæðismálin eru sko langstærsta málið, en svo er fólk kannski aðeins betur sett og kannski líklega kennarar hafi sloppið inn á húsnæðismarkaðinn og sé þar í eigin húsnæði. Heldurðu að þessi mál, þessi svona krafa að uppbygging í húsnæðiskerfinu, og húsnæðiskerfi þannig að raunverulega öll velferðarkerfi velta á því ef að sá sem á ekki öruggt húsnæði að það er alveg sama hvað við reynum að valdeflan eða styrkjan eða veita honum heilbrigðisþjónustu að lífsskilyrði hans batni ekki. Heldurðu að krafa bætur í húsnæðismálum sé krafa sem að getur náð upp eftir öllu í launum og status í samfélaginu í verkefnishreyfingunni, eða verður þetta barátta sem fyrst og fremst háð af félagunum sem eru með lágtekjufólkið og það fólk sem líður verstar kvalir á hinum andstyggilega leigumarkaði? Er það sem kennara getur stutt? Ég held algjörlega við styðjum þetta að sjálfsagt þetta er lykilatriði í allri okkar baráttu líka, vegna þess að sko, ef ég má bara tengja aðeins við mannaflan sem nú að stunda kennslu, ekki bara í framhaldsskólum heldur bara í skólum landsins, þá við erum frekar gömul stétt má segja, það er alveg ljóst og sérstaklega í framhaldsskólunum að við erum að fara að missa út mjög mikið af eldri kennurum og við verðum að endurnýja hratt, við þurfum að huga núna mjög vel að launakjörum yngra fólksins í okkar ranni. Þar þetta íbúðar og sem húsnæðismarkaðurinn kannski ennþá mikilvægur fyrir það fólk heldur en kannski okkur sem erum þarna aðeins eldri. Ég var að kaupa mér húsnæði fyrir stuttu núna á einhverju brjáluðum markaði sem ég vonandi get verið í sem lengst og þannig að það er svona kannski komin smá störki hér. En þetta samt svo mikilvægt að unga fólkið okkar sem við erum að reyna að berjast fyrir mannsæmandi launum fyrir að það sé eitthvað virði í þessum launum sem það að afla sér. Þetta rennur bara úr höndunum á þeim harðan, bara eins og hún var að lýsa þessi kona sem hún vísaði til áðan í þessu vísisviðtali. Að ef þú fær hér tekjur í dag og þú sérði í augsýn að þú getur fjárfest í húsnæði eftir 2-3 mánuði, bara eitthvað tímabil, en svo rennur þetta bara úr höndunum á þér af því að íbúðin sem þú hafðir huga á hefur hækkað langt umfram það sem þú ert að afla þér. Þannig að þetta er algjört lykilatriði að þetta verði lagað hratt og vel. En ég hef eins og var áhyggjur af því eins og þið nefnir, sko, þetta
völdurinn svo rosaleg að við þurfum einhverja risa aðgerðir. Og þegar slíkar aðgerðir eiga sér stað, þá kannski hættan sú að þær verði ráðstjórnarlegar og það verði bara til hér gettó fyrir hina og þessa þjóðfélagshópa. Og eins það að þessi batteri verði svo risastór, risavaxin, að aðeins stærstu fyrirtæki ráða við þetta. Þau hugsa sér auðvitað að fá sem mest út úr verði íbúðarnir sem þau ætla að byggja. Þannig að þetta rosalega, þetta mjög erfitt vandamál. En Þú ert að lýsa fasteignamarkaðnum eða húsnæðiskerfinu eins og í dag, að það bara í höndunum á stórum aðilum sem að nota það bara til þess að græða sem mest og við erum að tala algjöra frumskilyrði þess að geta lifað sómasamlegu lífi sem bara komin í höndunir á okrurum og bröskum. Já, og þess vegna yrði þetta einhvers konar miðstýrð aðgerð á húsnæðismarkaði, hún yrði auðvitað að fela í sér þó líka að það yrði stýring á því verði sem að keypt á, eða sem selt á. Þannig að við getum ekki látið markaðsöflin bara stýra þessu eftirlitslaust. Það enginn á íslenska húsnæðismarkaðnum hvað sá hluti sem að þú ert að lýsa sem varinn fyrir verðsveiflum í íbúðaverði og vöxtum og öðru slíku, hvað hann lítill, hann miklu, miklu stærri erlendis. Ef við erum að tala svona stóra dögg í húsnæðismálum að það fyrst og fremst þetta að stækka þann hluta sem varinn fyrir svona braski og verðsveiflum. Það sé verkefnið að stækka hann. Já, við getum ekki bara hjálpa fólki að kaupa, heldur þurfum við að búa til framboð sem fólk hefur svo efni á. Herðu, að því þú nefnir, maður staldraði við Þórarinn, að þú varst að nefna svona kennarastéttina, það eldra fólk sem að kannski býr svona flest, það náttúrulega að tala í svona einföldunum, það undantekningar öllu, býr flest í eigin húsnæði og komin svona fyrir vind, búin að kannski að borga niður námslánin, börnin farin að heiman, með minni framfærslukostnað. Svo ertu með fjölskyldunar, foreldrakynslóðina, sem með, kannski komið skemmra inn í kerfið, á lægri launum, vegna þess að með minni starfsreynslu, kannski á leigumarkaði eða þá með alveg háa húsnæðiskostnað við að reyna að kaupa sér, með börnin í framfærsluna, þyngsta. Þetta eiginlega lýsing á samfélagi þar sem að bótakerfi skattsins og fleira og skattstígin hefur brostið. Það var í kerfinu að þú varst með eignaskatta sem að henni eldri borguðu til þess að fjármagna barnabætur og vaxtabætur og húsnæðisbætur hjá einum yngri og þú borgaðir fékkst bætur þegar þú varst hér með mestu framfærslukostnaðin og svo þegar þú eldist og svona og laust betri fjárhagslega stöðu þá borgaðu hærri skatta. Það eins og þetta system sem var svona grunnurinn af velferðarkerfi eftirstríðsáranna. Við höfum týnt þessu einhvers staðar, við höfum bara farið í sund og við týndum þessu og komin heim og bara við erum að leita þessu og þetta ekki annað lengur. Já, ég held að þetta sé bara rétt lýsing hjá þér, það vaxtabætur eru litlar, barnabætur eins og ég hafi rætt hér í þessum þáttum hér áður. Komið tími á verkefnishreyfingi gera þá kröfur að við viljum fá þetta aftur. Þetta var betra að hafa þetta eins og þetta var og við viljum fá þetta aftur. Réttlátara skattkerfi, öflugri bótakerfi sem að hjálpar fólki svona að fara eðlilega. Það ekki gott samfélag sem að lætur barnafjölskyldunar vera með í afkomukvíða og í erfiðlegum fjárhagsaðstöðum að sömuleyti bara í óþarfa. Við séum ekki bara sammála hérna þetta, ég held að þetta sé bara hárrétt. Herðu, Sólveig Anna, húsnæðismál, hvað eru þau stórmál í komandi kjarasamningi? Húsnæðismál eru náttúrulega mjög stórmál. Ég finnst afsökunar að það eitthvað svona léleg hljóðgæði hérna hjá mér. Húsnæðismál eru mjög stór en auðvitað það svo og það mikilvægt að það komi fram
að þegar að því kemur að við förum í kjarasamninga við Samtök atvinnulífsins, þá erum við auðvitað verka- og láglaunafólk að sækja til eigenda atvinnutækjanna okkar skerf af arðinum sem að við höfum skapað með vinnu okkar. Það snýst, það er svona frumskilyrðið í kjarabaráttunni og það verður ekki gefið eftir og við einmitt sagðum það í einni af stefnumálum okkar á baráttulistanum að við munum ekki samþykkja það að það verði farið í einhver svona hrossakaup með einhver loforð einhverja uppbyggingu í húsnæðismálum og við eigum þá að gefa eftir einmitt þetta sem að við eigum alla heimtingu á sem okkar skerfur af uppskerunni sem að við syntum. En auðvitað er það svo að á Íslandi hafa verið framin bara glæpsamleg hagstjórnar mistök og bara svona samfélagsleg mistök þegar að valdastéttin einhvern veginn fríar sig algjörlega ábyrgð á því að hér sé húsnæðismarkaður fyrir fólk en ekki fyrir fjármagn á sama tíma og þetta er gert bara með svona mjög svona markvissum hætti, þá flyst hér inn fullt af fólki frá öðrum löndum til þess að koma til að vinna. Þú veist, það fólk hefur til dæmis ekki aðgengi að neinu sem að hægt er að kalla mannsæmandi og eðlilegt húsnæði, heldur þarf að sætta sig oft við bara iðnaðarhúsnæði, húsnæði sem er ekki ætlað til búsetu fyrir fólk, hræðilegasti eldsvoði, bara okkar tíma varð á Bræðraborgarstíg í húsi sem var einmitt leigt til verkafólks af siðlausum aðilum sem voru búin að bara átta sig á því að það var hægt að græða ótrúlega mikið á því að bjóða upp á húsnæði á þessum viðbjóðslega húsnæðismarkaði. Sök þeirra er auðvitað algjör en sökin er auðvitað líka hjá þeim sem að telja sig þess komin að fara með völd en geta þó ekki sinnt þessum svona grundvallar atriðum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við sem að tilheyrum ekki með þessari svona eignastétt, þessari yfirstétt, heldur erum skilgreinum okkur og tilheyrum einhverju sem hægt að vera að kalla alþýðu fólks, hættum því að vera einhvern veginn eitthvað að lufsast í þessum málum, hættum að vera einhvern veginn að bíða eftir því að eitthvað gerist, hættum að segja eitthvað svona já það þarf eitthvað að gerast að þetta er nú svo langan tíma og það er svo erfitt og setjum bara fram mjög svona markvissar og einbeittar kröfur að einmitt vegna þess að þetta er stórt verkefni og erfitt, þá augljóslega sé ekkit annað en bara glæpur að bíða lengur og það verði einmitt að hefjast að það verði að ráðast í mjög svona stórtæka og raunverulega uppbyggingu þar sem ekki er einmitt verið að leysa mál of lítils hóps eins og til dæmis með Bjargi sem er auðvitað mjög mikilvægt verkefni og ég þekki persónulega manneskjur sem hafa komist þar inn, hafa sloppið af hinum hræðilega leigumarkaði og komist í skjól í Bjargi og eru bara auðvitað greiðlega ánægðar með það og það hefur breytt mjög miklu. En við þurfum að ráðast í augljóslega miklu stórtækari aðgerðir og við skulum líka horfast í augu við það að atvinnurekendur segja að hér þurfi að bætast við í hóp vinnandi fólks tugir þúsunda. Þetta fólk mun koma frá öðrum löndum hingað til þess að vinna, til þess að knýja áfram hjól atvinnulífsins. Hvar á þetta fólk að búa? Þú veist, þetta er orðið svo hersjúkt ástand og til hvers í ósköpunum að vera með valdastéttina, til hvers í ósköpunum að vera með ríkisstjórn, alþingi, borgarstjórn, sveitarstjórnir ef að þetta fólk hvert og eitt einasta virðist vera algjörlega vanhæft og með einhverja svona sjúka vangetu í því að axla þessa ábyrgð. Akkur myndu þau ekki einmitt vilja axla þessa ábyrgð og búa til eitthvað svona legacy fyrir sig, vera manneskjurnar sem að réðust í að gera þetta. Ég hitti manneskju daginn og hún var að segja mig frá samstarfskonu sinni, en þess að sú kona kom hingað til að vinna á samt fjölskyldu sinni og hún og maðurinn hennar í leiguhúsnæði búin að vinna og safna
gerðu tilboð í blokkaríbúð upp í Grafavogi, á íbúðina hafi verið sett 49 milljónir, þessar manneskjur buðu 52 milljónir en fengu samt ekki íbúðina. Þannig að hvað átti fólk að gera? Þau eru búin að þræla sér út til þess að reyna að tryggja sér þetta svona, þessa hófsend, þú veist, blokkar íbúð bara til þess að eiga sitt eigið heimili og meira sér að það ekki lengur innan seilingar fyrir fólk sem að vinnur meira og minna allan sólarhringinn. Þetta ógeðslegt ástand, þetta sjúkt ástand, þetta til skammar, þetta til háborna skammar fyrir íslenskt samfélag, þetta til háborna skammar fyrir þau sem að hér hafa farið með völd og aftur segi þetta, við að hætta að vera eitthvað svona lufsast og bíða, heldur eigum við að stíga fram sterk og sameinuð, alveg sama hvar í þessari hreyfingu vinnandi fólks við stöndum, hvort við erum að representera verka á láglaunafólki eða fólk sem ofar í stigveldinu. Vegna þess að á endanum þetta svo risastórt bara svona samfélagslegt réttlætismál og það áfellisdómur yfir samfélagið okkar að þetta sé svona og við eigum bara að sjá sóma okkar í því að krefjast þess að eitthvað mjög raunverulegt, stórt, virðingavert verði gert sem við getum á endanum öll verið stolt af. Já, ég get tekið undir þetta. Ég tekið þátt í að endurreisa samtök leigjenda og ég hvet hlustendur til þess að ganga í leigjendasamtökin.is að þú getið skráð ykkur í samtökin og maður heyrir alla daga sögur af fólki á leigumarkaði og þegar fólk er að ganga í samtökinu þá skrifar það oft hver staða sín og þetta er alveg ótrúlegur vandi sem að ótrúlega stór hópur er í og svo eins og Sólveig bendir á að hlusta maður eftir ráðamönnum í ríki og borg og víða og maður bara næri ekki að tengja þetta saman sko. Hvernig talað vandan og bara ekki talað vandan og svo hvaðan sko útbreiddur stór og mikill, þetta bara höfuð vandi tugþúsunda fjölskylda á Íslandi og maður svona þegar maður svona velta þessu fyrir sig þá sér maður eiginlega fyrir sér að ráða fólk vakna upp á morgnana og svona klappi saman höndunum og segja í dag ætla ég ekkert að gera í þessu vanda og sér bara harð ákveði því að bara gera ekki neitt. Herðu, Þuríður Harpa, húsnæðismál náttúrulega risamál fyrir öryrkja sem lágtekjuhópur mikill. En síðan eru eina fréttum dagsins sem hafa komið inn bara í morgun. Þá í fréttablaðinu viðtal við Garðar Sverrisson. Það sem eru mikil átök í ykkar mikilvæga húsnæðisfélagi, Brynju. Ég veit ekki hvort getur þú sagt okkur í stuttu máli hvað er þetta mál? Nei, ég get nú ekki sagt okkur það í stuttu máli. Ég reikna með að við verðum bara að setja fram ákveðna fréttaskýringu þetta mál og þetta er eiginlega bara þyngra en tárum taki þetta að þessi staða sé orðin svona að maður komið fram að sækja fólk og allt og alla eitthvað óheiðarleika en það þetta bara þekkt innan okkar hreyfingar að hann fari fram með þessum hætti í miður. Hins vegar alveg rétt að Brynja bara gríðarlega mikilvægt á húsnæðismarkaði og gríðarlega mikilvægt skjól fyrir mjög margt fólk og auðvitað fyrir öryrkja og í þeirri stöðu sem að í dag á húsnæðismarkaði þá held ég bara að félag eins og Brynja sé bara mjög það bara mjög mikilvægt að það geti sinnt sínu starfi og breytt sig yfir sem flesta, sérstaklega eins og staðan í dag. Við erum með brjálaðan húsnæðismarkað eins og hér hefur komið fram og það hefur einmitt orðið til þess að fatlað fólk sem skyndilega fatlast eða verður að komast einhvern veginn inn í skjól, inn á leiguhúsnæði þar sem að húsnæðið hentar því og þeirra fötlun eða þess fötlun að það á engan stað lengur til að vera á og sumir eru bara komnir heim til foreldra sinna, aldraða foreldra eða eitthvað slíkt af því og hýrast þær í einu herbergi. Þetta náttúrulega bara fólk sem kannski fertugt og þetta bara staða mjög margra, hún bara mjög slæm.
því getið tekið undir bara það sem að hér búið að fara fram, að hér bara, það gríðarlega mikilvægt að hér verður farið í alvöru stefnumótun á vegum ríkis og sveitarfélaga og bara að samfélagsins í heild hvernig húsnæðismarkaðurinn eigi að vera til framtíðar og sveitarfélög þurfa að gera alvöru átak að fjölga leiguíbúðum sem á þá hagkvæmu verði í óhagnaðardrifnum leigufélögum og við vitum þannig að Reykjavík sem lang stærsta sveitarfélag með mest af leiguhúsnæði í boði óhagnaðardrifið sem sagt hagkvæmu verði en það aðeins 5% af leiguhúsnæðinu í þessu sveitarfélagi og sama og önnur nágrannasveitarfélög hafa mun minna framboð. Það þarf að gera varðaða tímasetta áætlun fjölgun óhagnaðardrifna leiguíbúða. Hvað segja, mann getur bara byrjað að setja marki á 20% af óhagnaðardrifnu leiguhúsnæði eða bara í sveitarfélagi, það verði 20% af íbúðum í sveitarfélagi. Og ég held að það væri lykillinn að því að koma böndum á húsnæðismarkaðan eins og hann það. En þetta þarf að vera eins og þau hafa komið hérna áður, bara samstillt átak og það verða bara allir að einhenda sér í þetta og ráðamenn verða bara að stíga hérna inn. Það getur ekki bent hver á annan og meðan situr fólk uppi bara á götunni, hreinlega. Og ég veit sko eins og HMS gerir alltaf könnun og við vorum að skoða þessa könnun hjá sem við gerðum núna 2021 og við sjáum þar til dæmis að 22% af öryrkjum sem á leigumarkaði að þeir eru að borga frá 50 upp í 70% af ráðstöfunartekjum í leigu. Það bara gríðarlega hátt þegar þú komið með eitthvað undir 400.000 í ráðstöfunartekjur, kannski 300.000 krónur eða hvað enn og ert komið með þessa prósentu af ráðstöfunartekjunum inn í að borga leigu. Og við vitum líka að hluta þessum hópi eða 7% greiðir 70% eða meira og það auðvitað bara fólki sem ekki kemst inn í skjólnæðstar og bara að velkjast á þessum brjálaða leigumarkaði sem núna í gangi. Viðmiðun OECD að eðlilegur húsnæðiskostnaður sé 25% af ráðstöfunartekjum og ef það fer yfir 40% þá ertu komin í mikla hættu þú ert að lýsa fólki sem að borga af lægstu tekjum á Íslandi 70% af ráðstöfunarfé sínu í húsnæðiskostnaði. Algjörlega, þetta algjörlega, sko við sjáum bara þetta náttúrulega gengur engan veginn upp og ég tala ekki bara þegar 22% er að borga frá 50 og upp í 70%. Við erum með 42% sem að greiða sko 30 til 50% á ráðstöfunartekjum sem í leigu, þannig að þetta gríðarlega. Það er nánast engin í normal ástandi. Það engin. Nei, en hins vegar það sem að fólk hefur komast inn í óhagnaðardrifin leiguhúsnæði, eins og bara Brynju, eða inn í önnur húsnæði sem að sveitarfélög eru með í boði. Og þau eiga náttúrulega ekki að vera með eitthvað sem heitir félagslegt húsnæði vegna þess að þar erum við að stigmantera fólk sem að býr í félagslegu húsnæði. Sveitarfélög á Íslandi eiga bara að taka sér Norðurlöndin til fyrirmyndar og vera bara með leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði í boði og bara hafa nóg af því. Og það á ekki verið einhver skömm fyrir fólk að vera inn í leigi af sveitarfélögum. Það er bara ákveðin lífstíl og það er ekkert sko eins og við gerum þetta eins og þetta í dag, þá er þetta bara, já, og þá er þetta svona ákveðin stigmatering sem að kemur fram í þessu að kalla þetta félagslegt leiguhúsnæði. Og síðan annað því að hann var að tala um áðan að við ættum ekki að vera með svona, það hætti að passa að verði ekki einhver gettó. Það er gríðarlega mikilvægt og það hefur verið lögð mikil áhersla á það hjá Brynju að það sé passað upp að blöndum, að það sé einmitt ekki verið að hrúa saman fötluðu fólki í einhverja ákveðna blokkir eða einhverja ákveðna íbúðir, heldur þurfa, og það sama þarf að gilda varðandi bara
Bjarg og aðra, það er að passa upp að þarna sé ekki til dæmis bara útlendingar í einhverju blokk eða bara Pólverjar eða bara einhverju aðrir. Við þurfum að skoða þetta bara í víðu samhengi og passa upp á blöndun. Það er bara algjört grundvallar atriði til að koma En Þuríður Harpa, það ekki bara alltaf sem að kemur upp þegar það er að vera að tala fátækt fólk, að þá má það ekki vera og margir fátækir í stigaganginum? Ég sé engan hvart að yfir í svörtu blokkunum hinnar í Skúlagötu þar sem að ríkisbubbarnir hlaða sér hver á fætur öðru og það er náttúrulega til bara félagslegar rannsóknir sem sýna það að efnað fólk sem að rotta sig saman í sér elítur, að það er bara stór skada sig og skada börnin sín með því að bjóða fólki ekki mögulegur að lifa í fjölbreytilegu, eðlilegu, lýðræðislegu samfélagi. Eigum við ekki bara að gera kröfur að svona 3-4 hæðir af svörtu blokkunum verið tegnar undir einstæða foreldra og öryrkja og aðra, austurhöfnin, það er til dæmis, ég held að sko ef við ættum að hafa sama hlutfall af leiguhúsnæði eða við getum bara tekið dæmi af sama hlutfall af innflytjendum og í Breiðholti, til dæmis í Fossvoginum, að þá þurfum við bara að byggja þar nokkra blokkir til að laga Fossvogin. Mér finnst þetta oft snúast það eins og við séum eitthvað að Breiðholtinu. Breiðholtið er akkurat eins og Ísland er. Það er Fossvogurinn 107 og 210, þannig sem að ríkisstjórnin sækir sko styrk sinn, sem eru einu óeðlilegu hverfi. Þar vantar innflytjendur, þar vantar fátækt fólk, þar vantar fatlað fólk. Það er að laga þessi hverfi fyrir ekki. Já, ég er bara sammála, ég held að vera bara mjög hollt að hér var meiri blöndun og fólk var ekki svona, það var ekki þessi einsleitni alls staðar. En hún er því miður dálítið ríkjandi. Já, við nefndum áðan þarna Breiðholtið á sama tíma og verið að byggja Breiðholtið, þá voru blokkirnar í Hátúni byggðar og ég heyra að þið vilja ekki fá svoleiðis blokkir áður. En það var risastórt átak í húsnæðismálum öryrkja og við ættum kannski að velta fyrir okkur hvort að aflið í samfélaginu væri nægt í dag til þess að gera annað eins. 1968 þá var síldin horfin, en það stoppaði stjórnvöld þá ekki til þess að klára átaki til þess að laga húsnæðismál öryrkja. Þó að það var meira efnahagslegt áfall heldur en COVID og það var næstu á pari við hrunið 2008 sem að síldarhrunið var. En samt heldur menn áfram að byggja fyrir öryrkja. Heyrðu, það er Þuríður. Ég sagði bara, það þarf bara dálítið hugrekki og fólk þarf bara að vera hugrætt og ætla sér að innhenda sér í stöðun og breytinni. Við erum eins og hefur komið fram bara það við horfum fram að unga fólki okkar sem hefur bara kemst ekkit út á hvorki að kaupa eða leigja því að það er bara það er því með. Þannig að það er bara, þetta er mjög alvarlegt ástand. Þegar ég var undirbúið þáttinn að þá sagði Guðjón mér að hann langaði til þess að tala sundkennslu í skólum. Guðjón, segðu okkur af hverju það er mikilvægt. Já, það var reyndar ekki að ég vildi endilega ræða sundkennsluna sjálfa. Það sé margir miklu hæfari til þess en ég heldur vildi ég benda á greinaskrif sem hafa verið aðeins þar sem sundkennslan hefur verið í rauninni viðfangið en þetta er svona smáræðis ritdeila formanns KÍ, smáræðis segi ég en er samt að benda á hana sem mikilvæga. Þetta er hún lætur ekki mikið yfir sér. Þetta eru greinar þar sem að annars vegar Ragnar Þór Pétursson, formaður KÍ og Rannveig Ernudóttir sem að hún vara borgarfulltrúi frá Pírötum og að skrifa fyrir hönd frístundaráðs Reykjavíkurborgar, skóla- og frístundaráð. Og þar er rætt sundkennslu en þetta er svona kannski kristallast pínu það sem ég var aðeins að nefna áðan varðandi blaðamennina og það hvernig sem sagt hér er einhver fagstétt sem eru kennarar sem starfa eftir námskrám sem eru miðlægar og starfa sem fagstétt að sínum málum að það er sóst að fagstéttum víða og þeim vantreyst til verka. Og hér það kemur eins og Ragnar bendir á að skóla- og frístundaráð væntanlega bara af góðum hug vill hafa áhrif á það og
bregðast við tilmælum nemenda, krakka sem líður ekki vel í sundi. Og það bara gott og gilt og bara alveg að gera og frábært að við höfum öll skoðanir á því sem á sér stað, hvort sem það í skólum eða inni á fjölmiðlum eða hvað. En hins vegar það kemur fram í orðum hennar Rannveigar að hún segir sem sagt rétt að árétta það sem margir virðast vera að misskilja. Það ekki verið að leggja sundkennslu niður á unglingastigi, enda breytingar á aðalnámskrá ekki í valdi ráðsins. Heldur verið að hafa áhrif á og stýra því hvernig kennslan fari fram út frá hæfniviðmiðunum. Og þarna sem sagt utanáliggjandi ráð sem að vill stýra því hvernig kennslan fari fram. Og þetta finnst mér við þurfum að passa okkur mjög vel að fagfólki sem að hefur menntað sig til verka að því sé treyst fyrir verkefninu og að umræðan verði fagleg en ekki stýrandi og hér komi einhver ráð sem að einfaldlega bara ákveði eitt og annað það hvernig kennsla fari fram. Og þetta á við allar fagstéttir og ég ætlaði að því að þú varst búin að boða að ljósmæður yrði ætti fulltrúa, þá var ég að hugsa það hvernig væri það ef að ljósmæðurum væri sagt hvernig það að taka á móti börnum af einhverjum sem liggur utan á. Hún Unnur formaður ljósmæðra var með okkur ræðum heilbrigðiskerfið daginn og þá var þetta eiginlega svolítið gegnumgangandi þema. Það var annars vegar hrörnandi heilbrigðisþjónustu út á landi og svo það hvað fagstéttirnar hefðu alltaf verið að minna það að segja hvernig kerfið þróaðist. Það var alltaf ákvarðanir var alltaf teknar einhvers staðar langt í burtu og einhvers staðar ofar af einhverjum öðrum en þeir sem að vera að vinna með sjúklingum og þá líklega með nemendum, að þeir hefðu raunverulega minna að segja og væri raunverulega ekki treyst til þess að taka ákvarðanir. Á meðan að það margt sem bendir til þess og við getum tekið dæmi þar til dæmis af uppbyggingu göngudeildar COVID sem svona nýsköpunarverkefni sem verður til innan kerfisins af starfsfólkinu sjálfu sem að hefur margsýnt að starfsfólki hefur verið treystandi. Eða víða til þess í Bandaríkjunum þá sér maður að það komið krafa inn í stéttabaráttu kennara að tryggja vald kennaranna yfir svona að geta mótað starfi sjálfur að viðbrögð við því að ákvarðanir alltaf teknar einhvers staðar langt í burtu. Sérðu fyrir þér að þetta verði ríkjandi kannski í kjarabaráttu þessara stóru fagstétta inn í stóru kerfunum okkar að fagstéttina sjálfar hafi mótandi áhrif á mótun kerfana? Já, og það kannski það sem að einkennir mitt félag framhaldsskólakennara, að við erum auðvitað bæði stéttarfélag og fagfélag. Og þetta það sem okkur ber að gera, okkur ber að standa vörð fagið okkar og það að við stýrum því, þetta kemur bara fram í reglugerðum og lögum, að við berum ábyrgð á kennslunni, við berum ábyrgð á námsmatinu og það við sjáum alveg að áhrif COVID eru ýmist að hafa ýmis mörk máðst eða jagast. Það til dæmis bara daginn í óveðrinu, svo ég nefni það nú síðast fyrir mánudaginn í síðustu viku, að þá fá allt í einu kennarar bara skilaboð frá skólameisturum á sunnudegi eftir hádegi, viljið þið gjöra svo vel og undirbúa ykkur fyrir kennslu í óveðri sem verður heiman frá. Væntanlega verða allir landsmenn bara heima, þið verðið heima með börnin ykkar og allt saman, en þið skulu samt kenna eftir stundaskrá. Og ef ykkur vanhægur eitthvað þá skólinn opinn núna, þið getið sótt dótið ykkar og farið heim og kennt síðan eftir stundaskrá í fjarkennslu. Og þetta bara, fyrir mér þetta bara mjög alvarlegt og þetta ekki í lagi að svona sé inngrip. Vissulega eru skólameistarar forstöðumenn ríkisstofnana og bera mikla ábyrgð á starfseminni, en það hins vegar í höndum kennaranna hvernig kennslan fer fram og það á ekki að ræsa þá út á sunnudegi til þess að fara að undirbúa kennslu morgundagsins.
af því að það vont veður. Og þannig við erum í alls konar svona, mér finnst víða, bara núna eins og þetta, við erum orðin vön því að standa og sitja eins og sóttvarnayfirvöld og heilbrigðisyfirvöld segja okkur að gera og nýtt frumlag almannavarnir, frumvarp ætla ég að segja, lík sömuleiðis á þessum nótum að nú eigum við að vera bara tilbúin að standa og sitja eins og okkur skipað að ofan og þá eru okkar faglegu málefni bara fókin út gluggann. Það ýmislegt í þess að vera. Sveipukrafa og fólks, reyngjörningafólk, skúringakonur hjá Eflingu myndu vilja gera það. Það vilja bara ráða í hvernig ég á að skúra. Ég ómögulegt að vera láta einhvern annað fólk segja mig hvernig ég á að gera það. Þannig að kannski þetta þessi svona valdabarátta hver stjórnar starfinu sem ég að sinna á sig kannski svona víða verkalýðshreyfinguna. Herðu, en við erum eiginlega að vera búin með tíman. Mér langar aðeins að Þórarinn að því að verbúðin hafði svo skemmtilega áhrif á samfélagið og það var svona umfjöllun fólk þorp eða svona bæ út á landi eða þorp, þetta var eiginlega súanda fyrir, ekki þar upp. Hvernig fannst þið verbúðin? Númer 1 og svo aukaspurning. Nú eru þið í Skagafirði svona auðnast að halda útgerð í félagslegri eign, kaupfélagsútgerð sem þarna bænum. Eru þið heppin að hafa ekki mist allt ykkar inn í gróðraball útgerðar? Kannski lítur ykkur á útgerðina ykkar sem svona einn af aðalplayerunum í kvótakerfinu? Þetta marglega spurning. Hvernig var þetta verbúðin? Og á sagan sem verið að segja þar, voru þið í skjóli fyrir þessari sögu sem verið að segja þar af því að þetta ennþá lifibrauðið í félagslegri eign? Já, fyrst að segja þá ég nú fæddur upp alveg á Eskifirði, þannig að ég náttúrulega lífið ég var út á vinnumarkað ungur maður á þessum tíma sem verbúðin að hafa gerst. Ég hafði mjög gaman að henni. Ég hins vegar ekki endilega sagt ég hafi upplifað allt sem þarna fór fram, en ég eins og tók þátt í alls konar, hafði gaman að því að skemmta mér eins og gengur að gerist, en sem betur fer, þá var ég ekki alveg fór nú ekki allt það mögulega sukk sem hægt var að finna, en svo kemur aftur að Skagafirði varðandi útgerðina, þá vil ég nú meina að Skagfirðingar hafi bara verið heppnir, það kom maður sem hafði áhuga á því að horfa til samfélagsins og hafa ástæðu til þess. Fish Seafood átti að fara á markað á tímabili, það var stemt að því, en kom þetta maður inn, Jón Friðriksson, og fekk brautargengi til þess að taka yfir Fish Seafood og stýra því. Og það var mjög athyglisvert að til dæmis í hruninu þá var þetta eina útgerðarfyrirtæki landsins sem var bæði í veiðum og vinnslu sem átti jákvæða eiginfjárstöðu eftir hrun. Og var svolítið merkilegt, en já, ég held að við höfum verið mjög heppin í sjálfu sér og það væri engin útgerð í Skagafirði ef Fish Seafood hefði farið á markað og við værum að horfa, held ég, á allt annars konar umhverfi í okkar samfélagi. En talandi sagt þá það líka áhyggjuefni að þetta fjölbreytta atvinnulíf sem til í Skagafirði skuli nánast allt vera svona eiginlega mótiverað af einu fyrirtæki eða kaupfélagi Skagfirðinga og þar auðvitað heljarinnar valdablokk, það verður bara að segjast eins og þeir hafa haldið velli vegna þess að þeir hafa haft áhrif og mikil völd. Það er kannski að heyja þar svona baráttu fyrir endurreist samvinnuhreyfingarinnar, að lýðræðisvæðan aftur til þess að þetta verði raunverulega, fólk upplifið að þetta sé félagslega eignir sem að fólk hafi eitthvað með að gera hvernig beitt og hvernig það þróast. Já, þetta náttúrulega, ég verði náttúrulega skammar heim í byggð núna þegar ég segi þetta, það hefur einhvern veginn tekist, kaupfélaginu hefur tekist að sýna einhverju leyti allavega samfélagslega ábyrgð og það er kannski það sem að gerðist með mörgum þessum útgerðum, ef við tek á 20.000 dæmi eða Eski sem kallar í dag sem voru allt í öllu á Eskifirði, eru síðan ekki neitt í neinu, eru konir í uppsjávarfiskin og eru orðið svona, já, þeir hafa engin, þeim varðar ekkert samfélagi beinlínis
eins og þeir byrja ekki sömu ábyrgð og áður og það svolítið miður að menn skildu týna því, það þetta að taka örugglega eins og í Bolungarvík og fleiri staði þar sem þetta var og verðbúni svolítið skrifið inn í þetta, ég held að það hafa ekki allir séð nákvæmlega þetta mynstur sem að síðan varð raunin en við það að kvótinn var gerður af því sem hann var þá náttúrulega byggðist upp svona möguleiki einhverja til að nýta sér það og menn gerðu það er nokkuð ljóst og ég veit ekki hvað maður getur sagt meira þetta. Nei, en í þínu gamla heimabæ í Fáskrúðsfirði, þar líka Eskifirði meinar. Eskifirði, já, Eskifirður hefur mist frá sér kvóta, það voru eitthvað fór inn í Samherja, svo náttúrulega Samherji komin inn í Neskaupstað, en á Fáskrúðsfirði þar samfélagsleg rekin útgerð. Já, þeim hefur hönnast að halda í þetta og maður held ég sé mjög gott fyrir það nefnilega gleymi stundum að þetta lifibrauð fólks og það náttúrulega einhver sem að eignast í krafti áhrif eða eitthvað svona gleymir samfélaginu sínu eða lætur það sig engu varða, skulum orða það frekar þannig, það náttúrulega dálítið dapurlegt þegar maður horfir á það að gerast aftur og aftur og það svolítið hætta, finnst mér núna, mér finnst svolítið eins og húsnæðismarkaðurinn hafa orðið að þessari bankabólu sem var rétt fyrir hrun og núna það húsnæðismarkaðurinn sem notaður til þess að afla sér auðs og tekna af þessum fjárfestum og þetta alveg hryllilegt að hugsa til þess. Þessu þarf að snúa við, bara 1, 2 og 3 og við held ég að við getum alveg saminast og einhengst okkur í því að það nokkuð miklum krafti ef okkur auðnast að tala saman á þess að vera bríksla hver öðrum einhver óheilindi, þá held ég að þetta nú alveg geta gengið. Þetta lokaorðin, þetta verða verkefni vikunar að breyta samfélaginu til þess betra. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna, Sólveig Anna fyrir að koma snemma í morgun og ræða sín mál og eflingar og verkefnishreyfingarinnar og Þórarinn Sverrisson í Öldunni í Skagafirði, Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara og Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins, kærar þakkir. Ég hvet alla hlustendur til þess að ef þeir hafa færi á að taka þátt í mótmælum á Austurvelli og Ráðhústorginu og eftir vegna lögreglurannsóknar á blaðamennsku. Hér á Samstöðinni menningarþáttur á morgun klukkan 5 og svo verður rauða borðið hér aftur klukkan 8 á mánudagsmorgun. Eigið góða helgi.